Sigrún heiti ég og hér fulltrúi Aldin sem félag eldri borgara sem berjast gegn loftslagsvánni. Og Snorri heiti ég og varaforseti ungra umhverfissinna hinum megin á skalanum. Og einnig kynni ég til leiks hér í dag Sigþrúði Jónsdóttur sem verður fundarstjóri dagsins með járnhnefa á tímamörkunum og mun reka okkur út af sviðinu eftir nákvæmlega 4,5 mínútur. En við munum hér í dag, eins og þið líklega áttið okkur á, stikla á stóru í sögu verkefnastjórnar rammaáætlunar sem mjög, en þó ekki alveg, alíslenskt fyrirbæri, ætlað að tryggja jafnvægi milli verndar og nýtingar virkjanakosta í bæði vatnsafni og jarðvarma á landinu öllu. Og undir þessari regnhlíf hafa stórir hópar sérfræðinga unnið gegnum tíðina við gagnaöflun og mat á þessum landsvæðum til þess að reyna að greina hvar sé hagkvæmast hagsmunum bæði manna og náttúru að virkja og sækja hérna eftir sóttu raforku. Lögin rammaáætlun vísa í langtímasjónarmið. Við í Aldinni viljum kjósa túlka það sem tryggingu fyrir jafnræði á milli kynslóða, að komandi kynslóðir eigi sama rétt til óraskarar náttúru og víðerna og við sem nú lifum. Ísland býr yfir stærstu óröskuðu víðernum í Evrópu. Þau eru einstök og þau ber að vernda. Slík vernd í sjálfu sér mikilvæg loftslagsaðgerð ef ekki sú mikilvægasta. Okkur í Aldinni finnst ábyrgðarleysi að umbreyta víðernum í kílóvattstundir. Í landi sem nú þegar framleiðir meira rafmagn á hvert mannsbarn en nokkurt annað ríki í Evrópu. En hvað með virkjanir og losun gróðurhúsalofttegunda til að draga úr þeim? Hvað með orkuskipti? Þurfum við meira rafmagn til þess? Þurfum við ekki meira rafmagn til þess? Við eldri spyrjum á móti hvort betri nýting á því sem við þegar höfum til skiptana geti nægt. Við viljum forgangsraða orku í þágu andrúmsloftsins og horfum þar fyrst og fremst til vistvænni samgangna. Markaðurinn leysir ekki loftslagsvandann. Markaðurinn bjó hann til og knýr hann áfram með stöðugt vaxandi hraða. Við í Aldinni teljum það óráð að hafa alla orku eða hafa orku alfarið á frjálsum markaði hér á landi því orkan framleidd með auðlindum sem eru sameign þjóðar og í raun jarðarbúa allra. Rammaáætlun hefur verið umdeild eiginlega alveg frá upphafi, enda búin til sem viss málamiðlun milli mismunandi hópa og eins og hver góð málamiðlun engin sérlega ánægður með hana og ekki heldur langt í reiðina og skiptir þá litlu hver það sem að spurður. Lengi var rammaáætlun strand á Alþingi vegna deilna flokkun einstaka virkjanakosta en þegar hún var svo loks afgreidd í tíð síðustu ríkisstjórnar og kyrrstaða átti að heita rofin, þögnuðu samt ekki gagnrýnisraddirnar. Áfram hljómuðu þær úr öllum áttum. Sumir voru ósáttir við að ekki væri tryggður nægur hraði í nýtingu en aðrir voru ósáttir við tilfærslur úr verndarflokki í biðflokk. Háar raddir hafa kallað eftir að rammaáætlun verði lögð niður frá báðum þessu hópum. En þetta ekki bara fín málamiðlun, svona fyrst allir eru jafn ósáttir? Lögin rammaáætlun eru mannanna verk. Þau þarf stöðugt að endurskoða á grunni vísindaraka, ekki pólitískra. Í áætlunina vantar sárlega mælikvarða á loftslagsgildi náttúru og víðerna, mælikvarða á fagurfræðilegt gildi náttúru, tilfinningagildi, svo menningarlegt og menningarsögulegt gildi. Í dag vitum við meira áhrif loftslagsbreytinga á náttúrufar en fyrir aldarfjórðungi þegar rammaáætlun var til. Við vitum að allt stefnir í 3 gráðu hamfarahlýnun á jörðinni áður en þessi öld liðin. Það þarf að bregðast strax við þeirri vá með annarri hugmyndafræði en að stækka kökuna. Við í Aldinni metum náttúruna út frá ævilangri reynslu, skammtíma pólitíska lausnir sem fela í sér óafturkræfanlegar raskanir á náttúru á kostnað komandi kynslóða
og barnabarna okkar og barnabarna, maður getur haldið áfram endalaust. Það óafsakanlegt. Rammaáætlun gagnslaust verkfæri ef jafnræði á milli kynslóða ekki tryggt. Takk fyrir. Takk ykkur fyrir þessa góðu inngang og nú taka til máls Svanfríður Jónasdóttir og Björk Ólafsdóttir og það ætla að segja okkur að þessu aðferðafræði rammaáætlunar og nú byrjar tímamælingin og ég hef þessi flögg hérna sem voru kannski síðast nótið með kjálandi við það ekki. Nei. Og eitt flagg þýðir nú þurfum við að fara að herða ykkur þetta alveg búið og tvö að nú búinn tíminn þá verðum við bara að hætta. Gjörðu þið svo vel. Þessi. Já, og ekki byrja fyrstu. Ok, ekki byrja fyrstu. Nei, ekki máli. Sæl og blessuð. Takk fyrir að bjóða mér. Ég heiti Björk Ólafsdóttir. Já, sælverði. Svanfríður heiti ég, Jónasdóttir. Og við Svanfríður hérna, ég bara eins og blaðamaður að kynna þig. Hérna, hún auðvitað núverandi verkefnastjóri rammaáætlunar. 7. áfanga. Já, og hefur áður verið það í öðrum áfanga. Ég kem inn á þennan fund og hef þann bakgrunn að einu sinni var ég umhverfisráðherra og var að vinna auðvitað mikið með rammaáætlun og ég var í Var ég eins og hérna... Já. Og svo var ég hérna eina af þeim aðilum sem að vera að vinna þessari skýrslu hjá síðari ríkisstjórn þegar Guðlaugur Þór var ráðherra. Þá fekk hann mig til mikilvægrar undrunar og Kolbeinn Óttarsson Proppé og svo Hilmar Gunnlaugsson til þess að til þess að vinna að því og athuga hvort hann vildi ná einhverju sátt í rammaáætlun. Og ég sagði, já Gulli, ég ekkert viss að þú verður ánægð með hvað ég vil. En ég sagði þá verður bara svo að vera. En það sem að mig langaði aðeins að byrja með, og við höldum áfram með þetta aðeins rétt á eftir, að út af því að hér fólk úr öllum áttum og ég áttaði mig svo fljótt á því að ég var frekar, hafði mistað ákveðnu. Ég man eftir því þegar það var verið að mótmála við Kárahnjúka. En ég var ekki þátttakandi þar. Ég var bara, ég man ekki hvað ég gömul, ég var bara í menntaskóla eitthvað svoleiðis. Hún man ekki eftir sprengingunni í Laxá. Nei, svo það líka. En mér fannst mikilvægt, og hér eru bara svona mjög stuttar skyggnur sem að ég fór með á raforkuþingi hjá fagráð raforkuþings eitthvað álíka í fyrra. Það sem var verið að reyna að spurja okkur út í þessar niðurstöður sem að síðar komu og ég fann ég get ekki talað það þar. En ég vildi bara svona setja þessa hluti í samhengi. Þar voru auðvitað allir sem að vildu virkja meira og skildu ekkert í því af hverju það var ekki gert á stundinni. Og þá fannst mér bara ágætt að rifja það upp að, hvað þetta? Nei. Nú andrar okkar tækniaðstoð. Já, hérna. Að það voru 2006 varð allt auðvitað brjálað aftur og ekkert í fyrsta skipti en þá hafði þessi bóla gjörsamlega sprungið á milli og gjáin á milli fólks orðin mjög djúp í því hjá virkjunarsinnum annars vegar og svo hjá hinum sem að vildu vernda. Og það var út af Kárahnjúkavirkjun og þar var auðvitað, menn geta sagt ýmislegt það en ljóst að þar var gengið auðvitað dálítið hart og mjög hart í því að virkja þetta svæði og margir voru mjög sárir og eru enn yfir þeirri framkvæmd og hvernig þetta var allt gert. Þannig að við vorum að koma úr þessu umhverfi og í það að reyna á þingi eða þið og þau sem voru þarna að vinna þessum málum í því að reyna að sætta og miðla málum. Og sett voru þessi lög rammaáætlun, verndar og orkunýtingu á Íslandi til þess að hafa eitthvað jafnvægi þarna á milli. Þau lög kom ekki alveg strax í gildi en það tæknilegt mál og skiptir ekki máli, það gerist 2 árum seinna þau fóru að virka. Svo var áfram hnakkrifist rammaáætlun
En þó samt einhverju komið, það var komið form á rifrildið, ef svo má segja. Og stjórnmálamönnum var kennt örugglega með réttu að einhverju leyti að það hafi verið tafir, vísindamönnum kennt að þeir var alltaf lengi með sína vinnu og sérfræðingum í einhverjum faghópum og þetta var rifist fram og tilbaka, virkjana aðilar rifist það geti ekki farið áfram en svo höfum við líka séð að þeir hafa kannski ekki alltaf hafa máttu vanda sinn undirbúning betur sem við sjáum hvað hefur gerst þá í dómsmálum og annað, en puttar á lofti og öllum kenndum. Og svo það líka þannig að þetta hefur verið upp og niður frá þessum tíma. Ýmist að við eigum allt og mjög mikla orku og við getum bara selt þetta til útlanda í gegnum sæstreng. Þetta bara frá því, það stendur þarna 2014, 10 ár, eða 11 ár síðan að forstjóri Landsvirkjunar, þáverandi og núverandi, talaði á þann hátt og þetta var allt saman greint og annað og svo var komin strax barátta skort. Það var ekki nóg til og þetta gerist á ofboðslega stuttum tíma og mér finnst svo mikilvægt að við setjum þetta aðeins í samhengi að frá því að lögin voru sett, frá því að Kárahnjúkar komu inn, þá búið að vera polarisering upp og niður á 20 ára tímabili hvort við of mikið orku, of lítið orku og rífast hvernig á að ákveða hvort þau að vernda eða virkja. Þetta mjög stutt tímabil, finnst mér. Svo markmið kolefnishlutleysi samþykkt á Íslandi sem og á Alþingi sem að mér persónulega finnst frábært og verðugt, en mér finnst líka í ljósi þess hvað að gerast núna á þessum tíma og þessum árum, þá spyr ég mig, þetta gott fyrir náttúruvernd? Út af því að umræðan hefur orðið í þá átt að hún ýtir á virkjanir fyrir loftslagshlutleysi í einhverjum kreðsum. Og ég ekki að mæla því mót, en þetta það sem, mæla með því, en þetta það sem að mér finnst ég vera að sjá. Allavega, þannig að þessi tíma á sig svona stuttur og mér finnst að við þurfum að hafa það í huga þegar við tökum svo ákvarðanir næstu skref. Já, Björt segir ykkur frá því að hún var í þessum 3 manna hópi sem að gera þessa skýrslu hér og þetta ekki bara skýrsla, hérna líka eru lögin og frumvarpið sem að þau sömdu eða það breytingar sem þau leggja til að verða á lögunum og líka breytingar á reglugerð. Og þetta mjög gagnlegt plagg og ég ráðlegg ykkur að sækja ykkur það inn á netið eða verða ykkur út með þið hafið áhuga á þessum málum því að þarna mikill fróðleikur. En ég get alveg sagt ykkur það þegar ég byrjaði 2007 sem formaður fyrir verkefnisstjórn rammaáætlunar 2 að þá held ég að við höfum öll verið dálítið bjartsýn og glöð sem að tókum þátt í þessu verkefni. Við vorum 12 við borðið pluss aðstofamenn en 12 sem vorum kjörinn og þarna sátu bæði fulltrúar þeirra sem vildu friða og þeirra sem vildu virkja og þannig átökin fóru svolítið fram við borðið en menn voru allir jákvæðir fannst mér og viljugir til þess að reyna að gera eitthvað úr þessu. Á sama tíma var verið að vinna að löggjöfinni og menn stundum að segja að þessi rammaáætlun, hún bara byggð á einhverju úreltri norskri löggjöf og eitthvað svona en það ekki alls kostar rétt. Hugmyndin vissulega fengin þaðan, hugmyndin það að það sé hægt, það sé vinnandi vegur að taka frá landsvæði sem við viljum friða en sömuleiðis að það megi þá virkja einhvers staðar annars staðar. Og Norðmenn fara auðvitað í þetta þegar þeir eiga tiltölulega lítið orðið eftir af óröskuðum svæðum. Við erum hins vegar í allt annarri stöðu þegar við erum að byrja með okkar rammaáætlun og við erum líka með jarðvarmann og nú erum við komið með vindmyllurnar líka inn í þetta. Þannig að þetta mun flóknara verkefni og við höfum sannarlega þurft að fara okkar eigin leiðir í þessu. Já, og ég veit svo sem ekki hvort við eigum að fara eitthvað, þetta auðvitað málamiðlun, rammaáætlun málamiðlun. Mér finnst mikilvægt að segja það, en þeir sem að segja, en þá þurfum við að skoða ásinn mjög margir segja, og mér finnst það vera vaxandi, leggjum þetta niður, það önnur lög sem að taka á þessu, og þá fólk að meina, þessa framkvæmdir þurfa bara byggingarleyfi eins og aðrar, og fyrir mér það þetta
fjarstæða. En mér finnst samt mikilvægt að við getum við séum ekki föst í einhverju, og ég fór í þetta verkefni þannig, ef eitthvað annað, önnur leið betri, þá skulum við endilega skoða það. Ég fann hana ekki, og við í þessum hóp, og ef að það á að smíða hana, þá þurfum við að gera það fyrst, en ekki skilja eftir tómarúm inn á milli, þar sem út í því að núna sér maður auðvitað, og ég velti fyrir mig hvað gerist, að það var verið að reyna að stoppa það að það væri sérlögum hverju eina virkjun. Nú erum við aftur komin í það. Það búið að setja sérlögum eina virkjun. Og allir eru bara ægilega ánægðir með það. Margir, allavega. Og ég bara, þú veist, við erum komin hring, og þurfum við þá ekki aðeins að það þarf að gera grunnrannsóknir, það þarf að vera allt þetta sem að starfshóparnir gera í verkefnastjórn rammaáætlunar. Ef að sveitarfélögin eiga að gera það, þá kostar það, þá þurfa þeir meiri yfirbyggingu og annað. Svarið þeim spurningu fyrst. Já. Þau ráða ekki við skipulagsmálið, mjög illa. Já. En mér fannst en þessi skýrsla og þessi vinna þeirra, þriggja, hún leiðir í sjálfu sér til þeirra niðurstöðu að þetta sé þó skásta tæki sem við höfum. Þau taka fyrir þá gagnrýni sem fram hefur komið, og þess að hugmyndu það að orkufyrirtæki sé bara eins og hvert annað fyrirtæki á markaði, og ég bara geta farið í sína byggingar eins og önnur fyrirtæki. Þeirri hugmyndir nú meðal annars hafnað hér. Þau taka þetta fyrir sem sagt, og líka hvaða kostir geta verið samfara því að vera með rammaáætlun. Og mér finnst allt til að við horfum svolítið á kostina. Þeir eru meðal annars þeir að það er sama hvort það stendur til að taka svæði undir friðlýsingu eða virkjun. Til grundvallar liggur þekking. Það hefur verið búin til ótrúlega mikil þekking á vettvangi rammaáætlunar, og vegna þess að hún varð til. Vísindamenn hafa margir hverjir haft mikið að gera í rannsóknum sem að snúa að því að þeir sem að vinna í faghópum rammaáætlunar og verkefnisstjórnin hafi alltaf bestu fáanlegu upplýsingar. Og þetta skiptir máli. Hvort sem við ætlum að friða svæðið eða ætlum að fara að virkja. Og ég vil segja við þá sem að telja þetta sé óþarfi, að það sé bara hægt að vaða í að virkja, að það er betra að það hafi farið fram rannsóknir sem segja okkur hvernig hlutinir eiga að vera, geta verið og þurfa að vera, áður en menn ganga í verkin. Og svo hitt, að það er dýrmætt að fá allar þessar upplýsingar náttúru landsins og náttúrugæði, menningarminjar og ýmislegt fleira sem við fáum í gegnum rammaáætlun, sem að hjálpar okkur þá að rökstyðja það að hér er svæði sem við verðum að friða. Við þurfum að friða þetta svæði gegn virkjunum. Það reyndar finnst mér vera þarna svolítið þingubrjótur sem er þetta 10 megawatta girðing. Að það skuli samt mega fara inn með virkjun sem er undir 10 megawattum. Þetta er eitthvað sem ég finnst að við þurfum að fara yfir, af því þetta finnst mér ekki alveg passa við hugsunum það að við viljum friða ákveðin svæði gegn virkjun. Já, algjörlega. Já, takk. Nei, en svo þetta er náttúrulega svo víðfemt, og mér finnst mjög áhugavert að heyra út af því að ég reyna að festa mig sem sjaldnast í kreddum, og það gengur svona misvel, bara í lífinu. En að það megi endurskoða hugmyndir endilega ef eitthvað annað betra kemur. En og ég hlakka til að sitja hér í dag og heyra alls konar sjónarmið. Ég hef líka heyrt náttúruverndarmegin að rammaáætlun sé ekki besta tækið, og ég er bara til að hlusta það líka. En mér finnst mjög hættulegt, ég spennist aldrei upp, því ég heyri mögulega að fólk á mismunandi pólum, þeir sem vilja virkja mest og þeir sem vilja ekki virkja, sé allt í einu orðin sammála það að henda einhverju tæki sem átt að búa til jafnvægi. Það finnst mér hættulegt. Ég er alveg sammála Björt þetta. Mér finnst það líka mjög hættulegt vegna þess að mér finnst þau rökstyðja mjög vel þá niðurstöðu sína, þetta sé þó besta tæki sem við höfum. Og við þurfum líka að bæta það, ég er algjörlega á því. Við þurfum að bæta tækið, og ég get glatt einhver hérna inni með því að það er mikill hugur núna í fólki að taka betur inn þessi samfélagslegu áhrif. Það er svolítið merkilegt þegar við erum að meta svæði sem á að nýta
til að virkja, kannski síður til að venda en allavega, að þessi samfélagslegi þáttur sé tekinn inn. Við erum með faghóp sem á að fjalla samfélagslega þætti, hann hefur verið með sína aðferðafræði í mjög mikilli þróun. Hann var mjög ferkantaður til að byrja með og fálmandi, en þetta svona þróast. Og félagsfræðingar hafa spurt, þeir sem eru að vinna í faghóp 1 eða faghóp 2, þeir eru með einhver viðmið. Þeir eru með náttúruna, þeir eru með menningaminjar, þeir eru með aðra nýting og svo framvegis, en við sem eigum að fjalla samfélagslega áhrif, sem stundum einmitt það sem að reynist erfiðast þegar kemur ákvarðanatöku, við höfum ekki neitt, af því þau ekki könnuð. Þannig að inn í þessari reglugerð sem að Björt og félagar gera tillögu breytingar á þeirri reglugerð sem til sem eitt blað, þar gerð krafa það að viðkomandi skili inn, sá sem vill virkja, hann skilar inn upplýsingum það hvað hann hefur gert, hvernig hann búinn að kynna þetta fyrir sveitarstjórnum og slíkum, það sem hann að fara að gera. Og við sem að sitjum núna í verkefnisstjórn rammaáætlana, við höfum rætt að við viljum styrkja þetta enn frekar, af því þetta mjög mikilvægt. Já, hefur verið misbrestur á, eins og ég lærði í mínum störfum sem ráðherra, að þá fór maður að velta þessu mjög mikið fyrir sér og ég verð að segja, maður bara gerir ráð fyrir því að ef einhver ætlaði að fara einhver stóra framkvæmd einhvers staðar í einhverju sveitarfélagi, að það var allavega búið að spyrja sveitarstjórn og það var allavega búið að gera hitt og þetta. Og það var bara mjög oft ekki. Alls ekki. Men ég held að menn hafa vaknað upp vondan draum núna, þegar allt í einu búið að setja vindmyllugarða bara við land og vaknað upp vondan draum. Það það alveg landeigendur sem að vakna upp vondan draum. Það bara allt í einu búið að ráðstafa landinu þeirra að tala við það. Kæru vinkonur, tíminn búinn. Nú, það voru rétt að byrja. Takk ykkur kærlega fyrir. Þórarinn Þórasdóttur og hún fær fyrst 5 mínútur til að tala aðferðafræði rammaáætlunar og síðan fær hún svolítið lengri tíma til að tala sjálfsögvel. Gjörðu svo vel, Þórarinn. Nálægt. Það máttu svo sannarlega. Nærðan þarna. Yndislegt. Fyrst að mikrofónin komin hingað, þá langaði mig bara að láta vita. Við erum að taka myndir á þessum viðburði og ef það einhver athugasemdir við það, þá má senda það á ragnhildur@atlantvönd.is. Frábært. Við erum hér með byrjum við ekki hér. Jú, þessi grá. Já. Takk. Frábært. Og svona. Þá kemur hún hér upp. Gerðu svo vel. Já, komið þið sæl og gaman að sjá ykkur öll og þakka Þorra kærlega fyrir að hafa forgöngu þetta mikilvæga, að við hittumst hérna og tölum þetta mikilvæga málefni. Ég ætla aðeins, ég fæ 5 mínútur til að tala aðeins faghóp 1 og þá fyrst bara örstutt hvað rammaáætlun. Rammaáætlun langtíma stefnumótun orkunýtingu, fellur í þann flokk áætlunargerða sem kölluð mat á umhverfisáhrifum áætlana. Þetta löggjöf sem við þurftum að taka upp frá Evrópusambandinu, þetta kallað Strategic Environmental Assessment á ensku. Þetta samanburður á valkostum og mat á kostum og göllum. Og útkoman forgangsröðun á grundvelli heildarhagsmuna. Hver ávinningurinn? Í fyrsta lagi að þá ættu veigamikil ágreiningsefni að koma í ljós áður en að það búið að taka óafturkræfar ákvarðanir. Það gert ráð fyrir miklu samráði við almenning, virku aðgengi almennings og hagsmunaaðila með umsagnarferlum. Þetta byggist að mestu leyti á mati og vinnu faghópa. Þeir mæta og raða út frá skilgreindum forsendum og ólíkum hagsmunum. Þannig að til grundvallar á að leggja faglegt eða vísindalegt mat sérfræðinga. Þetta það sem á ensku kallað evidence-based decision making. Ég ætla bara að tala faghóp 1 hérna og taka út svona einstök atriði sem mér finnst mikilvægt kannski að ekki allir hafa einhvern veginn áttað sig á. Það stendur í markmiðssetningunni í lögunum frá 2011 að
þetta sé heildstætt hagsmunamat þar sem tekið tillit til verndargildis náttúru og menningarsögulegra minja. Þannig að það mat faghóps 1 sem lagt til grundvallar fyrir verndarflokkin í fyrsta lagi. Í öðru lagi þá eru það landsvæði sem fara í verndarflokk. Á grundvelli sjónarmiða mótuð stefnu hvort landsvæði þar sem að finna virkjunarkosti, hvort að þetta landsvæði megi nýta til orkuframleiðslu eða hvort að það sé ástæða til að friðlýsa þau. Útfærsla einstakra virkjunarhugmynda skiptir þarna ekki máli. Annað að friðlýsingin hún beinist eingöngu að orkunýtingu. Það bara verið að segja þetta er landsvæði sem við ætlum ekki að nota til orkuframleiðslu. Það eru engar hömlur settar á aðra landnýtingu. Faghópur 1 tók til starfa á vormánuðum 1999 og núna þegar komið í 7. áfanga það hefur verið lögð gríðarlega mikil vinna í að þróa aðferðafræði hópsins. Það var lagt upp með það að byggja þetta á vísindalegum grunni eftir föngum hlutlægum viðmiðum. Einkunnagjöfin ætti að byggja á viðurkenndum forsendum, ótvíræðum og helst mælanlegum viðmiðum. Þetta krefst gagna og þá helst tölulegra gagna. Matið þarf að vera heildstætt. Það þarf að vera þannig að það sé hægt að kynna það fyrir hagsmunaaðilum, stjórnvöldum í ekki allt of flóknum pakka. Þetta augljóslega ekki einfalt þar sem að þarna verið að bera saman epli og appelsínur og það ekki til neinn augljós sameiginlegur mælikvarði. Margir þættir, hvað eiga þeir að vega mikið innbyrðis, hlutlægni og samkvæmni augljóslega langbest tryggð með því að ákveða fyrirfram hvert vægi einstakra þátta eigi að vera. Það komið hérna þær Stöllu Björt og Svanfríður inn á það áðan að það væri allir óánægðir með útkomu rammaáætlunar. Ég held að það sé að mörgu leyti rétt. Það algjört lykilatriði að þetta sé rekjanlegt og gegnsætt, þannig að það sé hægt að sjá eftir á hvers vegna svæði eða virkjunarkosti lenda ofarlega eða neðarlega, þá fólk miklu líklegra til að sætta sig við það, útkomuna þó það sé kannski ekki beint ánægt. Já. Þannig að þetta krefst allt sundurliðunar. Þannig að við endum hérna með fjölþáttamat og við höfum alveg frá upphafi hefur þessu verið skipt í þarna 5 viðföng sem við köllum jarðminjar og vatnafar. Þar undir jarðhita auðlindin sjálf, tegundir lífvera, vistgerðir eða vistkerfi og jarðveg, landslag og víðerni og menningarminjar. Ég hef ekki tíma til að fara í þetta í neitt nákvæmlega, bara rétt að hlaupa í gegnum það sem auðugt eða fjölbreytt meira virði heldur en það sem fábreytt. Það sem fágætt hefur sérstakt gildi, upprunalegt meira virði en raskað, stærð og heild til dæmis það sem eru stóru fuglastofnar, það svæði hefur sérstakt gildi. Alþjóðleg ábyrgð vísar eingöngu til fugla og vistgerða sem að Evrópuráðið hefur samþykkt að hafi sérstakt gildi. Upplýsingagildi til dæmis eru sum kannski fjöll, sérstaklega gott dæmi sinn flokk myndunar og síðan metið sjónrænt gildi fyrir landslag. Faghópur 1 hefur alltaf unnið þannig að það byrjað á því að safna gögnum, bæði birtum og óbirtum. Það farið í vettvangsferðir, myndum safnað og það mikið lagt upp úr því að hafa matið eins vandað og hlutlegt og án hvað segir maður, það sé ekki hlutdrægt að neinu leyti. Þannig að ég veit nú ekki alveg hvort það hefur alltaf verið gert þannig, en ég held minnst að kosti oftast að það fyrst skipt upp í undirhópa, hver undirhópur sem þá mestu sérfræðingarnir á því sviði til að leggja fram rökstudda tillögu, fyrst að einkunn, kynna fyrir hópnum, þær eru umræðu, síðan leynileg
atkvæðagreiðsla þar sem að allir greiða atkvæði. Þetta gildir fyrir allt nema landslag. Ég veit ekki alveg hvernig hefur verið farið með víðernin alltaf, en þar hefur verið sameiginleg einkunnagjöf. Þannig að það er endað með einhverja heildareinkunn fyrir verðmæti, en síðan áður en að kemur að loka röðuninni, þá er líka tekið með í reikningin ef að svæðið hefur einhver sérstök verðmæti eða mikilvægi, og það er þó bara miðað við það sem að stjórnvöld hafa þegar ákveðið, til dæmis ef að landið er friðlýst, ef að það er friðlýst alþjóðlega, ef að þarna eru búsvæði á lista Evrópuráðsins, ef þarna eru friðlýstar minjar og svo framvegis. Og síðan fer hópurinn í þessa endanlegu röð fyrir verðmæti og síðan er farið í gegnum alveg sama ferlið aftur fyrir áhrifin. Rammaáætlun hefur sem sagt verið gagnrýnd, eins og var komið inn á áðan, fyrir að vera flókið og óskilvirkt ferli sem tekur allt á langan tíma. Allir hagsmunaaðilar, orkugeirinn og þeir sem að koma að og láta sér rammaáætlun skipta af einhverjum öðrum ástæðum, þeir gera þá kröfu réttilega að matið standist rýni. Að það sé rétt, að það sé faglegt, hlutlegt mat byggt á bestu gögnum. Þannig að það þýðir ekkert að leggja upp með rammaáætlun sem ekki byggjar á góðum gögnum og vandaðri vinnu. Þetta tekur tíma. Það hefur oft þurft að safna heilmiklum gögnum sem að hafa hreinlega ekki legið fyrir, fara í sérstakar rannsóknir fyrir rammaáætlun. En þessi vinna tekur ekki langan tíma. 4 ár eru ekki langur tími og verkefnisstjórnin hefur alltaf skilað sinni vinnu innan síns tímaramma, aðeins lengur þarna í fyrsta áfanga reyndar, en tafirnar hafa orðið á afgreiðslu Alþingis, ekki á afgreiðslu og vinnu rammaáætlunar, verkefnisstjórnar og faghópa. Heyrðu, þá er ég búin með þetta. Þakka fyrir. Þá er það Fundarstjóri segir að nú hafi ég 10 mínútur fyrir Þjórsárver, þá verð ég að tala ennþá hraðar. Sko, ég ætla þá að byrja á því að hlaupa mjög hratt í gegnum svona það helsta sem að má telja upp í sambandi við verðmæti Þjórsárvera. Hvað eru Þjórsárver? Víðáttumikil, einangruð, gróðurvin á annars mjög gróðursnauðum hluta miðhálendisins. Ásamt Vesturöræfum, norðan Vatnajökuls, þá er þetta tegundaauðugasta svæði miðhálendisins og til skamms tíma var þarna stærsta heiðagæsavarp í heimi. Verin einkennast af vatni sem þeir rennur, ferskvatn, jökulvatn, lindir, bæði ofanjarðar og neðanjarðar. Þjórsárver eru túndra með slitróttum sífrera sem birtist helst sem sífrera rústir sem að rísa upp úr votlendi. Það eru flæði engjar upp yfir jökul. Þetta finnst á 2 öðrum stöðum á miðhálendi Íslands, annars vegar í Hvítánesi, austan Langjökuls og síðan við Eyjabakka, norðan Vatnajökuls. En þetta er ákaflega fágætt og heimsvísu vegna þess að svona flæðiengjar eru yfirleitt við ósa stórra fljóta. Saga fjölbreyttra vistkerfa í Þjórsárverum nær aftur mörg þúsund ár. Þetta er eitt örfárra svæða á landinu þar sem að hafa varðveist lítt snortin vistkerfi, það er að segja náttúrulegu gróður. Og Þjórsárverin gefa innsýn í það hvernig stóri hlutar miðhálendisins kunna hafa litið út fyrir landnám. Það deilir enginn
að Þjórsárverin eru verðmæt af mörgum ástæðum vegna líffræðilegra fjölbreytni, þetta alþjóðlega mikilvægt fuglasvæði, víðerni, mikilvæg og sérstök vistkerfi, sífryrarústirnar sem eru mjög fágætt fyrirbæri í Evrópu, vistkerfi lítt snortin af áhrifum mannsins sem nú orðið ansi fágætt í heimi 21. aldar, einstakt landslag og þannig eru líka til dæmis gæsaréttir frá miðöldum, einu slíku á landinu. Og síðan sem að kemur við Norðlingaölduveitu og Kjalölduveitu, fossaröðin í Þjórsá, sunnan Þjórsárvera. Og þar eru helstu fossarnir Hvanngiljafoss, Stingur og Gljúfuleitafoss. Það hefur verið deilt vernd og virkjanir í Þjórsárverum í 70 ár, alveg frá miðjum 7. áratug síðustu aldar. Og áformin hafa oft verið ansi stórkarlaleg. Eins og til dæmis áformin snemma á 8. áratugnum þar sem að efsta lónhæðina 3 sem var lögð til hefði sett nokkurn veginn öll stóru verin og kaf og náð upp í Arnarfellsmúla. Þau eru friðlýst 1981 en lónið var samt inni lón með 581 metra. Á svipuðum tíma þá byrjað á Kvíslaveitu og með henni eru teknar allar þverar Þjórsár úr austri og veitt í Þórisvatn og í 5. og síðasta áfanga Kvíslaveitu var Þjórsár sjálfs og tekin. Þau eru sett á lista Ramsar-sáttmálans yfir alþjóðlega mikilvæg votlendissvæði 1990. Það var borin á sínum tíma fram þingsályktunartillöga að Þjórsárver fari á heimsminjaskrá UNESCO og síðan stóð til að stækka friðlandið sem var afturkallað með dags fyrirvara eftir að Landsvirkjun hafði samband við Sigurð Inga Jóhannsson, þáverandi umhverfis- og auðlindaráðherra. Tillögur veitu vatns frá Þjórsárverum og í Þórisvatn hafa farið 3 í gegnum rammaáætlun. Fyrst í fyrsta áfanga þá var engin formleg afgreiðsla, síðan Norðlingaölduveita með lægri lónhæð í öðrum áfanga, verkefnisstjórn ráðherra lögðu bæði fram tillögum að þetta færi í verndaflokk og svo var einnig afgreiðsla Alþingis. Í 3. áfanga var búið að breyta tilhögun á veitunni. Verkefnisstjórn ákvað að vísa eða setja svæðið aftur í verndaflokk með rökstuðningi eins og stendur þarna. Að fengnu áliti faghópa 1 og 2 taldi verkefnisstjórn að væri að ræða breytta útfærslu Norðlingaölduveitu að sama vatnasvið Þjórsárver sé undir í báðum tilvikum og að virkjanaframkvæmdir á þessu svæði muni hafa áhrif sem skerða verndargildi svæðisins. Ákvörðun að setja Norðlingaölduveitu í verndarflokk byggðist fyrst og fremst á sérstöðu og verndargildi svæðisins. Eins og ég nefndi áður, það eru landsvæði sem að fara í verndarflokk. Þrátt fyrir að nafn virkjunarkostsins sé annað, vatnsból lónsins lægra, lónið minna og mannvirki neðar hafa framkvæmdir áhrif á sama landsvæði. Og því hefur þessi breytta útfærsla ekki áhrif á grunnforsendur flokkunar. Hvað er langur tíma eftir? 3 mínútur eftir, ég sleppi þessu þá ekki. Þegar ég var að undirbúa þessa kynningu hérna, þá fór ég að reyna að átta mig á því hvaða áhrif Kjalölduveita eða þessa veitur myndi hafa á fossinn Ding sem hefði tekið sem dæmi þessa 3 fossa, stóru fossa í Þjórsá. Það var mjög erfitt að finna almennilega tölulegar heimildir, svo þetta eru mínir útreikningar hérna, rennsli fyrir og eftir framkvæmdir, fyrir Kvíslaveitu þarna og eftir Kvíslaveitu, þannig að skerðing á Þjórsá, þar sem hún rennur út úr Þjórsárverum með Kvíslaveitu, er 43%. Það er búið að taka tæplega helming af vatninu, en áður en að kemur að Ding þá bætist við vatn úr aðalega 3 ám sem koma á vestri, Kisudalsá og Miklalæk. Og þegar búið er að reikna það inn í, þá sést að skerðingin á fossinum Ding er 38%, það eru 62% af vatninu eftir.
Meðal rennsli Norðlingaölduveitu var á sínum tíma talið vera 39 rúmmetrar á sekundu. Meðal framhjárennsli, það að segja það sem að verður eftir í farvegi Þjórsár, eru 16 rúmmetrar á sekundu, þannig að það verður þá, það er þá 29% af upphaflegu rennsli. Ef maður bætir síðan við rennslunni við eins og það var upphaflega og því sem maður hefur bæst við, þá sést að eftir Norðlingaölduveita, og ég gerir ráð fyrir því að Kjalölduveita sé að minnstakosti mjög sambærileg, þá er þetta bara rétt fjórðungur af vatninu sem að er eftir í fossaröðinni. En af hverju er Landsvirkjun að standa í þessu? Af hverju standa þeir í þessu ár eftir ár, áratug eftir áratug, á móti með verulega mótblástur í fangið að reyna að ná inn orkunýtingu úr þessu svæði. Það er upplýsandi að skoða aftur og bak það sem hefur komið fram í fjölmiðlum og hérna er klift saman viðtöl frá 2002, 2004, 2006, 2015 og svo 2025. Þetta síðasta er umsögn Landsvirkjun til Alþingis frá þessu ári. Norðlingaöldulón er eini kosturinn. Norðlingaölduveita tilbúin fyrir næstu stækkun. Norðlingaölduveita afar hagkvæm. Lykillinn að því að hægt verði að útvega stækkuðu álveri, rafmagn og tilsettum tíma. Aðrar virkjanir eru ekki eins arðsamar og Norðlingaölduveita. Norðlingaölduveita hagstæðasti virkjunarkosturinn, ódýrust. Og Landsvirkjun segir að hún telji mikilvægt að Kjalölduveitu verði ekki raðað í verndarflokk. Hvað blasir þá við? Rökin fyrir því að halda áfram arðsemi, hagkvæmni og þessi ægilega tímaþröng. Það verður bara að byrja í fyrramálið og þetta er eini kosturinn sem við höfum. Spurningin sem að mig langar til að varpa til ykkar og þið íhugið. Ef það verður farið í Kjalölduveitu, verður staðnæmst þar. Verður staðnæmst við þessa 564,5 metra. Hagkvæmnirökin munu eiga við sem aldrei fyrr. Það kostar ekkert að stækka. Og til dæmis væri mjög ákjósanlegt að hækka vatnsborðið þannig að það verði sjálfrennsli í Þórisvatn. Ekki dæling. Það er ekkert mál að fara í þetta og það er hvort þið er búið að raska. Smá hækkun í lóninu er lítil viðbótaröskun en þetta eru svakalegir fjárhagslegir hagsmunir og við getum reddað hvort sem það er álver, gagnaver eða bitcoin, orku á morgun. Hvar á að nema staðar? Takk fyrir. Takk fyrir komlega. Yndislegt. Takk að ég tala fyrir Þórarinn. Ég veit þú getur talað miklu lengur í Þórsarenda. Þekkir þetta svæði manna best. En nú langar með að byrja með Þórðar Árnason og koma hér upp og hann ætlar að tala Hamarsvirkjun og þú hefur 15 mínútur. Og er ekki bara ágætt í minni á þessari 5 mínútur með einu tryggi. Ég vil helst ekki fyrir að beita í... Má bjóða þær að vera hér við að fá svona í hendina? Þið prófa ekki bara að nota þetta. Yndislegt. Sælublessuð, gaman að sjá ykkur. Já. Já, ég heiti Þorvarður og starfa í Háskóla Íslands, er forstöðumaður rannsóknarsetursins á Hornafirði og rannsóknardósent í þverfaglegum umhverfishugvísindum. Takk. Ég var sem sagt skipaður í þá beitt, bæði í 3. áfanga og 4. áfanga og ég vek athygli á því að ég var skipaður. Eins og aðrir fagnámsmeðlimir, þá ég valdi þetta ekki sjálfur, ég óskaði ekki eftir þessu, ég fekk sem sagt óskum það frá stjórnvöldum að taka sæti sem sérfræðingur í faghópi og ég sagði já, tvisvar. Nú, það sem ég ætla að ræða er hérna virkjun sem er á Austurlandi og hér sem sagt hún hefur komið tvisvar til mats í rammaáætlun, fyrst í 4. áfanga og síðan aftur í 5. áfanga. Og hérna sjáum við
þetta sem að við í fjórða áfanga vorum að meta og Hamarsvirkjun þarna til hægri. Hérna svona sjáum við aðeins betur staðsetninguna og séðan að Djúpivogur þarna aðeins fyrir utan og þetta hérna í Hamarsdal og Hraunum. Þetta síðan, þessi mynd sýnir okkur annars vegar áhrifasvæði eins og við metum það að lögum til grundvallar í faghópnum. Svo sjáum við þarna mörk Vatnajökulsþjóðgarðs og þarna friðlandi í Lónshöfðaánum og ég vek sérstaka athygli á miðhálendislínunni sem að sést þarna líka að nánast allt áhrifasvæðið innan miðhálendislínu. Það skiptir máli varðandi landsskipulagsstefnu sem að var þá að koma fram þarna upp úr 2016. Nú, af því að Svanfríður nefndi að hérna, það hefur verið alls konar mjög misjafnt hversu mikið samband hefði verið haft við heimafólk og sveitarstjórnir, að þá kom það fram í rannsóknum faghóps 3 í fjórða áfanga að sveitarstjórn Djúpivogshrepps vissi ekkert af því að það ætti að standa til að setja upp virkjun þarna upp á Hraunum. Bara svona eitt dæmi af ótal mörgum. En þetta sem sagt 60 megavatta virkjun sem þarna verið að tala og þessa myndi kannski segja ekkert mjög mikið þetta en það sem ég vil benda á það að þetta eru ágengar framkvæmdir. Og það mál sem skiptir mjög miklu þegar við verum að tala víðerni og ýmislegt annað, en sérstaklega varðandi víðerni. Þetta eru ágengar framkvæmdir sem að umbreyta svæði gjörsamlega. Og þarna erum við að tala fyrir utan stíflur og virkjanahús sem reyndar á að vera neðanjarðar, þarna eru vegir og ýmislegt fleira sem fylgir þessu. Nú, þetta faghópurinn sem að ég tók þátt í fjórða áfanga og þið þekkið nú eflaust flest ef ekki öll þessi nöfn. Þetta úrvalsfólk, sérfræðingar hvert á sínu sviði og gríðarlega mikilvægt að vinna í faghópnum með þessu fólki og sem sagt dýnamíkin í faghópnum var alveg stórkostlega. Þetta var mjög mikil uppsprett af þverfaglegri þekkingu og sem sagt og bara gaman að vinna með svona samhentum hópi. Þetta niðurstaðan matinu okkar í rammaáætlun 4 og ég hef sett þarna græna kassa utan það sem var metið hæst hjá okkur og það voru þá annars vegar ýmiss konar jarðminjar, sérstaklega vatnafar og síðan landslag og víðerni. Og ef við skoðum síðan áhrifamatið að þá kemur í ljós að þarna eru mjög mikil áhrif sérstaklega á víðerni og á vatnafar. Nú, í skýrslu verkefnisstjórnar, þar þetta tekið saman og það kemur fram að svæðið, landsvæðið, Hamarsfjörður Hraun, eins og Þóra nefndi, þá það landsvæði sem þá metið, hvort það að fara í verndarflokk. Það fekk hæstu heildareinkunn hjá okkur í rammaáætlun 4. En þarna reyndi tekið fram að þessar verðmætunum var mjög misskipt milli viðfanga. Og eins og ég nefndi þá voru langhæstu einkunnar fyrir landslag og víðerni, vatnafar og jarðminjar. Minna fyrir lífríki. En biblía okkar í faghópi 1 og væntanlega biblía stjórnvalda sem sjá umhverfismál, náttúruverndarmál, eru auðvitað íslensk náttúruverndarlög. Og þó að okkur beri djúp skylda til að standa vörð lífríki landsins og líffræðilega fjölbreytni, þá megum við ekki gleyma því að Ísland gríðarlega ríkt af jarðminjum og alls konar jarðfræðilegum ferlum og eins og hefur komið fram áðan af óbyggðum víðernum og síðast en ekki síst stórkostlegu afar fjölbreyttu landslagi. Og náttúruverndarlög kveða á verndun þessara náttúruverðmæta ekki síður en verndun tegunda, vistkerfa og búsvæða. Þannig að þó svo að
þó svo að þessi einkunnagjöf fyrir Hamarsvirkjun henni hafi verið svona misskipt á milli viðfanga, þá breytir það því ekki, þarna eru gríðarleg verðmæti undir í ákveðnum flokkum. Nú síðan sem sagt þetta aftur tekið til mats af FHB 1 í rammaáætlun 5. Þar var annar mjög glæsilegur hópur fagfólks sem stóð að því mati. Niðurstaða verkefnisstjórnar var sú að leggja til að Hamarsvirkjun eða svæðið Hamarsfjörðurhraun yrði sett í verndarflokk. Og rökin voru þau: svæðið Hamarsfjörðurhraun hlaut hæstu heildareinkunn fyrir verðmæti hjá FHB 1. Einkunnir viðfanga fyrir verðmæti voru á bilinu 5,8 fyrir lífverur til 17,2 fyrir landslag og víðerni af 20 mest, en hæstu einkunnir fyrir undirviðföng voru 15,8 fyrir vatnafar og 18,6 fyrir víðerni. Og hér sjáum við mat kollega minna í FHB 1 í 5. áfanga, sem getið náttúrulega lesið þetta allt, ég bara lesa hérna upp úr skýrslum sem hafa verið birtar og þessi gögn eru öll til. Við erum bara að reyna að færa þetta til ykkar á svona einfaldara samþjálpuðu formi. Þannig að þetta eru augljóslega gríðarlega mikil verðmæti sem eru þarna í húfi og áhrifamatið sömuleiðis sýnir okkur að víðerni munu algjörlega eyðast, stórskörð höggvin líka í vatnafar og í landslag. Og þannig að þessi niðurstaða verkefnisstjórnar mjög vel undirbyggð með rökum, með staðreyndum. Annað sem að faghópur 1 gerði var að skoða útkomuna úr þessum, þau voru með frekar fá svæði, því nú verið að taka þetta svona í smáskömmtum, svona lotu skipta, í staðin fyrir að vera að demba á okkur kannski 30, 40, 50 virkjana kostum í einu, þá núna verið að brjóta þetta svolítið meira upp, sem mörguleiti jákvætt. En það mjög, að því að rammaáætlun gengur út á það að gera samanburðarhæft, kerfisbundið samanburðarhæft mat. Það var líka mjög mikilvægt að skoða svona einstakar virkjana hugmyndir í ljósi heildarmengisins. Og þarna kom í ljós að með því að bera saman sem sagt þessar hugmyndir sem að faghópurinn í rammaáætlun 5 var að skoða við útkomuna úr matinu í 3. áfanga, að þá sjáum við það að Hamarsvirkjun að skora mjög hátt í samanburði við Héraðsvötn, Skjálfandafljót og fleira. Og þar fyrir utan eru ýmis, eins og Þóra alveg nefndi, við horfum líka á erum með gátlista verðmæti sem eru sérstaklega tilnefnd í annarkvort í náttúruverndarlögum eða í stjórnsýslu, og þarna var ýmislegt, meðal annars stórt svæði sem á náttúruminjaskrá og fleira. Þannig að þetta lokaniðurstaðan frá verkefnisstjórn í 5. áfanga rammaáætlunar að áhrifasvæði Hamarsvirkjunar verði sett í verndarflokk. Þetta tillaga að mörkum þessa verndarsvæðis sem yrði þá framvegis friðað fyrir orkunýtingu á vatnsafli, ekki á sauðfjárbeit eða ferðamennsku eða einhverju öðru, eingöngu gagnvart þessu. Já, flott. Nú, ég ætla að nota tækifærið nota síðasta tíman til þess að tala svolítið víðerni. Og þið hafi heyrt það nú þegar frá Þóra Erlendi, heyrið það líka frá Skúla, einhver leitir frá Jóni Einari. Þegar víðerni í húfi ekki eingöngu varðandi Hamarsvirkjun, en það þarf aðeins að útskýra hvernig við í rammaáætlun förum með víðerni, eða metum víðerni. Það nefnilega ekki til nein leiðsögn ennþá frá stjórnvöldum, annað heldur en ákvæði víðerni í náttúruverndarlögum. Þrátt fyrir það að það búið að Alþingi samþykkti þingsályktun tillögu fyrir 25 árum kortlagningu víðerni. Það hefur ekki verið gert. Í snemma árs 2021
fyrir 4 árum, eða rúmlega það, næstu 5, þá var sett ákvæði í lög, í náttúruverndarlög, það að hið opinbera skyldi láta kortleggja óbyggð víðerni, svo þau heita núna. Það kort ekki ennþá komið fram, en ég get þó glatt ykkur með mínar heimildir í ráðuneytinu segja mér að drög að reglugerðinni séu núna nánast tilbúin og þau verði lögð fram til umsagnar hjá fagstofnunum ráðuneytisins núna á næstu vikum. En hvað höfðum við til að vinna með? Fyrsta lagi höfðum við kort að gera það vegum umhverfisstofnunar sem stóði yfir í talsverðan tíma. Eina svona semi-opinbera kortið sem kom úr þeirri vinnu var gefið út 2009. Ef við skoðum hvar Hamarsvirkjun lendir þar, þá sjáum við það að það sem rautt, það eru ósnortin víðerni eins og hétu þá, að mati umhverfisstofnunar. Næst kemur svona ákveðið tilgátukort sem að Náttúrufræðistofnun Íslands útbjó og svona kynnti fyrstu sögunar árið 2019. Þar eru víðernin græn. Hvernig útkoman fyrir Hamarsvirkjun, þetta svæði, þar aftur. Nú, í rammaáætlun 3 þá byrjum við á verkefni að frumkvæði skipulagsstofnunar sem ég kalla tilraunaverkefni. Þetta snerist það að búa til nýja aðferðafræði kortlagningu víðerna en samt byggt á náttúruverndarlögum. Og við skilum á okkur þessu korti árið 2021. Það kort var svo notað af kollegum okkar í rammaáætlun 5 til þess að meta stærð og heilleika víðerna. Já, og þetta þá niðurstaðan. Þið sjáið þarna eru skörð í víðerna þekjuna. Þetta eru auðvitað hálslón en síðan önnur lón sem að tengjast Kárahnjúkavirkjun. Faghópurinn notaði síðan líka annað kort sem að hafði komið fram frá Wilderness Research Institute. Það allt önnur aðferðafræði sem að leitast við að leggja mat á gæði víðerna og ef við skoðum síðan leggjum þessi tvær ólíku nálganir saman þá þrátt fyrir þessi mjög ólíkar aðferðir þá sýna þau bæði þarna eru mikil víðerni í húfi. Svo alveg að síðast að eitt af því sem hefur komið fram í umsögnum Hamarsvirkjun sérstaklega frá framkvæmda aðilunum að korti sem að ég og mínir samstarfsmenn unnu hafi vanmetið áhrif annara lóna á svæðinu. Það sem sagt þá Sauðárveita og annars vegar og Ódáðavötn hins vegar. Það vill þannig til að verkefnisstjórn 4. áfanga óskaði eftir því að skrifa sérstakt minnisblað þetta. Þannig ég tók þetta fyrir. Og niðurstaðan mín var svo í stuttu máli að ef við gerum ráð fyrir fullri skerðingu, 5 km skerðingu frá báðum þessum lónum, ef hægt að kalla það, Ódáðavötn alltaf að kalla lón, og við séum með einhverju stíflu sem var búin til fyrir 60 árum, að þá þarna ákveðin skerðing. En eitt af því sem að ég vona að reglugerðin, þessi sem ég talaði taki á, hvort að þurfum alltaf að miða við 5 km. Já. En allavega niðurstaðan hjá faghópi 1 í 5. áfanga var það að þetta voru 337 ferkilometrar á óbyggðum víðernum sem að myndu eyðast ef að Hamarsvirkjun yrði og eða væri tekið fullt tillit til þessara lóna hann sikkur megin og það svæði minnka 17 ferkilometra eftir standa 320 ferkilometrar og matið óbreytt. Takk fyrir. Þakka þið fyrir. Heyrist eitthvað í mig núna? Ég þarf að vera miklu hávarar mér sagt. Ég held að það væri bara sniðugt. Á ýmsum sviðum reyndar.
En nú ætla ég að biðja hann Skúla Skúlason að koma hér og segja ykkur svolítið frá héraðsvötnum. Gjörðu svo vel. Ég ætla bara að nota tíman og þakka kærlega fyrir boðið og vera með ykkur og tækifæri til að greina frá niðurstöðum í þessu tilviti faghóps 1 í 3. áfanga rammaáætlunar. Það verður aðalega minn fókus. Ég sem sagt Það engin fundur nema þessi smá tæknilegir öðruleikar. Ég sem sagt vistfræðingur og þróunarfræðingur og prófessor við Háskólann á Hólum og líka sérfræðingur við Náttúruminjasafn Íslands. Hér tala ég alfarið sem fyrrverandi formaður faghóps 1 í 3. áfanga rammaáætlunar. Og þetta var það sem ég ætlaði að segja hérna í upphafi. Gerðu svo vel. Og bara, eins og ég segi, ánægilegt að vera hérna. En ég ætlaði bara að byrja á því að sýna ykkur hvernig ástandi var þarna í 3. áfanga. Þetta var risastórt verkefni sem að verkefnastjórn hafði þar, 25 virkjanakostir eins og það verið kallaðir á 15 svæðum. Og ef við hérna bara lítum þá sérstaklega á héraðsvötnin, þá eru þar 3 virkjanakostir, Skatastaðavirkjun, C og D eins og við köllum, mismunandi útfærslur sem ég fer ekki nánar út í, og Villinganesvirkjun. Þessar virkjanir allar hefðu farið í biðflokki í öðrum áfanga og þótti ástæða til að halda áfram að meta þær og við gerðum það. Og næst ætla ég að sýna ykkur bara yfirlitsmynd af þessu vatnasviði héraðsvatna í Skagafirði og bara draga athygli ykkar af því að svona kerfi, þetta er í fyrsta lagi risastórt, eitt af stærstu kerfum á Íslandi, vatnakerfum, að þetta er svona heildstætt samhangandi vistkerfi, þar sem að verðmæti sem tengjast vistkerfum eru öll á ferðinni, fuglar, gróður, smádýr, fiskar og menn. Enda mikill og blómlegur búskapur í Skagafirði sem byggir ekki síst á þessu mikla vistkerfi sem þarna er. Og náttúruverndargildi vatnasviðs héraðsvatna hefur verið metið á ýmsan hátt og ég ætla ekki að fara út í smáatriðin hér. Þið sjáu það á þessum lista hvað þetta er viðamikið. Það eru Orravatnsrústir upp á hálendinu, mjög merkilega rústavotlendi og fuglasvæði mikið á láglendinu. En það sem ég dreg af gefinni ástæðu sérstaklega athygli að eru mikilvægi flæðiengjana sem eru niður við svona nær ósum Skagafjarðar. Þegar þekki til þá er ég að meina svæði fyrir neðan Varmahlíð og allt það stóra svæði sérstaklega. Þannig að þetta er náttúrulega afar verðmætt svæði og metið bæði hér heima og erlendis. Það varðar. Og hér er ég með sérstaklega mynd bara að sýna ykkur framburð sem að kemur úr héraðsvötnunum frá Hofsjökli. Þetta er Jökulá. Það er þessi framburður ekki síst sem er á leir, sem er undirstaða vistkerfisins. Og sem vistfræðingur segi ykkur líka, undirstaðan í þessu líka óregluleg heitin í renslinu sem þetta vistkerfi byggir á og árstíðabundnum sveiflum sem eru mjög mikilvægir fyrir grósku vistkerfisins. Og hérna er bara örstutt mynd kort af Skatastaðavirkjun, sérstaklega, þetta eru stórar virkjanir, það var mjög mikil áhrif á þetta svæði, nú erum við komin upp á hálendi þarna, við sjáum Hofsjökul þarna og þarna er kannski að draga athygli að Bugslóni sem að myndi vera þarna á óbyggðum víðernum, sem er mjög viðamikil lón sem myndast í stíflu sem að í raun og veru gjörbreytir rennsli í eystri Jökulsá fyrir ykkur sem þekkja til og þið sáðu bláu línuna þarna á einni myndinni sem eru göngin sem eru síðan leiða vatnið úr Bugslóni, þessu stóra lóni, niður í útgangs göng sem að renna hér út mun neðar í Austurdal og rétt við Villinganes. Þetta er gríðarlega stór og mikil framkvæmd sem að Skatastaðavirkjun er og áhrifasvæði hennar í okkar vinnubröðum er metið að þennan hátt hérna. Ég fer ekki út í smáatriðin hvernig þetta er gert. Áhrifasvæði er fyrst og fremst í ofan stífluna, en það er líka meðfram ánni. Og núna ætla ég bara að sýna ykkur Villinganesvirkjun sem er búin að vera mjög lengi í umræðinni og hún byggir á stíflu við Villinganes og hefur mjög mikil áhrif til viðbótar við það sem Skatastaðavirkjun myndi gera, þessi litla virkjun. Hún myndi til dæmis hindra göngur fiska allalega þarna upp undir Hofsjökul. Við erum í fjöldan allan af alls kyns stofnum og bleikju, sérstaklega þarna upp allt.
og allskins smádýra lífríki. Og hérna sjáum við hvernig Austurdalurinn myndi líta út í grófum dráttum svona þegar stíflan í Villinganesi var í komin. Og hér áhrifasvæði Villinganes, þetta bara svona smá sýnishort sem ég að sýna ykkur hvernig þetta en bara drega athyglingar aftur að þessari staðreyndum hvernig samfella í þessu kerfi. Allt háð hvert öðru. Og matið sem að Þóra Elín lýsti svo vel hérna áðan, gengur mitt út á að grípa þetta samhengi. Þannig vistfræði. Og ég, eins og Þorri vil sýna af stolti þennan hóp sem vann með mér í rammaáætlun 1 og 3. áfanga og í faghópi 1 og ég ætla bara að þakka þeim aftur og enn og aftur kærlega fyrir samstarfið. Og Þóra Elín fór vel yfir þessa aðferðafræði þar sem við vorum með þessi ákveðnu viðföng og viðmið og ég ætla ekki að ítreka neitt meira það hér. Þetta var þessi fjölþáttagreining sem byggðist á mjög hlutlegu mati og einkunnagjöfum sem þið sjáið núna rétt bráðum. Og ég ætla nú bara að leyfa þessari mynd aðeins að vera uppi að þetta sem sagt svona gefur ykkur mynd af þessu risastóru flæðiengjum sem eru ótrúlega lítið raskaðar. Og þetta í raun og veru stór merkilegt á heimsvísu. Þetta að minnstakosti stærstu flæðiengjur á Íslandi ef ekki á Norðurlöndum. Og eins og ég segi allt líf í Skagafirði byggir á þessu. Ekki síst mannlíf. Þetta sem sagt þá viðföngin sem að röðun þeirra og nú kem ég inn á aðferðafræðina að þarna erum við að raða verðmætum svæðisins borið saman við hin 14 svæðin sem voru metin í þessum áfanga. Og þá dreg ég athygli að því hversu mörg raðast efst, takk eftir númerunum. Að 1 og 2, þetta er að svæði raðast númer 1 eða 2 í nánast öllum tilfellum borið saman við önnur svæði í þessu samanburði. Og ef við lítum þá sérstaklega á heildarniðurstaðuna í verðmætamatinu í 3. áfanga, að þá þetta Skagafjörður. Þetta eru sem sagt þessar 3 virkjanir, eða sem sagt svæðið sem þessar 3 virkjanir eru á. Þetta eru raun og vatnasvið Héraðsvatna sem þarna og það fær sem sagt hæstu einkunn í verðmæti svæðis. Og þetta eru niðurstöðurnar sem verkefnastjórn síðan notar til að taka ákvörðunum að þetta svæði fari í verndarflokk. Eins og frægt orðið, því að það var nú ekki eitthvað sem allir voru hrifnir af. Nú ég ætla rétt að koma inn á áhrifamatið, þó ég sé að leggja hér langmesta áherslu á verðmætamat svæðisins, af því að það skiptir máli fyrir þær umræður og þær deilur sem hafa verið þessa virkjun og þetta mat allt saman. Áhrifamatið, eins og þið sjáið þannig Búland sem reyndar þarna í Skaftársvæðið, það fer hærra, en Skatastaðavirkjun C og D kemur þarna strax á eftir, Villinganes aðeins neðar. Og ég nú bara að sýna ykkur þessa töflu til hliðar til gamans til að sýna ykkur hvernig við unnum þetta og hvernig þetta var birt í skýrslunni sem auðvitað ég ætla að vona þau öll að við lesið. Hún nú ekki nema 350 blaðsíður eða svo, en það alltaf mjög góði kablar í henni. En verðmætamatið, fyrir ekki áhrifamatið gert þannig að þið getið séð þessar einkunnir eins og einkunnin 10 til dæmis, að hún raunverulega dregst frá verðmætamatinu. Þannig að áhrifamatið auðvitað hefur mismikil áhrif á náttúruverðmæti. Þannig í sumum tilfellum eru áhrif auðvitað þess eðlis að það er hægt að taka ákvörðun virkjun til dæmis eða eitthvað slíkt, en það er alveg augljóslega ekki þessu tilfelli. Og þetta þess svona samantekin niðurstaða verkefnisstjórnar 3. áfanga úr lokaskýrslunni sem þarna til hliðar og það er náttúrulega alveg bara einhliða niðurstaða að þetta fari í verndarflokk eins og þessi guli texti undirstrikar og síðan talin upp þessi samfella í verðmætamatinu sem kemur inn á nánast allt svæðið, allt frá hálendinu og niður á votlendið og telur meira og minna upp allar þær lífverur sem þarna skipta máli. Og ég vil líka nefna það sérstaklega því að það er ekki rætt hér en hér var þetta líka faghópur 2 kom hér heilmikið inn á atvinnulífið eins sérstaklega fljótasiglingarnar á Eystri Jökulsá sem eru gríðarlega stór tekjulind á svæðinu og vó mjög þátt. Það var nefnt líka í þessu sambandi. Nú þess vegna kannski skýtur það skautar svolítið skökku við, þetta er mjög spennandi að fylgjast með atburðarásinni næstu árin eins og hefur komið fram og þetta Björt stóð þarna í ströngu í sínum málum og fleiri sem hér eru inni. En það var þessi niðurstaða meirihluta Alþingis árið 22 að setja þessar virkjanir yfir í biðflokk og ég ætla ekki að fara út í þá pólitík hér en það er en ég ætla að draga athyglingar af einu því að það var nefnt hérna menn þyrftu nú að kynna sér aðferðafræðina því áður þeir kannski myndu taka allt of stórar ákvarðanir að
að þarna var sem sagt rökin voru þau að það voru mikil neikvæð áhrif á verðmæti. Með öðrum orðum þá þeir notuðu áhrifamat, gagnrýndu að áhrifamati væri of sterkt. En þá einfaldlega að benda á það, eins og Þóra Elín gerði hérna þegar hún var að sýna lögin áðan, að þetta einfaldlega ekki þannig sem verndarsvæðin eru metin. Verðmætin eru verndarflokkur er einungis metin út frá verndarsvæðunum sjálfum, ekki virkjanakostum. Áhrifaþættirnir skipta engu máli, það skipta engu máli hvað þessi lítil og þessi virkjun væri, hún einfaldlega ætti ekki að vera þarna, samkvæmt þessum verndarflokki. Þannig að þetta bara, þannig gengið gegn í raun lögunum á mínum mati, en þetta bara svona, og þetta úr skýrslu verkefnastjórnar, þar sem hún að færa rök fyrir sinni ákvörðunum flokkun í biðflokk, verndarflokk og nýtingaflokk. Og þá náttúrulega rokið í heilmikil að vinna við endurmat, því að þarna ríkisstjórn að setja þetta aftur í biðflokk, svo að Hafdís Hanna Ægisdóttir og hennar fólk í faghópi 1 í 5. áfanga þurfti að fara í heljarmikið endurmat sem í þessari virkilega góðu skýrslu sem þarna verulega vönduð vinna sem að við vorum auðvitað í gamla faghópnum afskaplega ánægð með að sjá að þau staðfestu okkar niðurstöðu og meira en það, þau réðu til sín erlendan sérfræðing, Krister Nilsson frá Svíþjóð, alþjóðlegan sérfræðing að þessu sviði og staðfestu þarna að ekki væri neitt ofmat að ræða og í raun og veru bara væri þetta staðfest og verkefnastjórn 5. áfanga ákvað að færa héraðsveit þar af leiðandi aftur í verndarflokk. Og hérna bara úr fylgiskjali sem með þessari skýrslu vísað í mat Kristers Nilsson, með mynd á honum og það ætla að draga til tvennu hérna. Það annars vegar það að hér alþjóðlegur sérfræðingur að meta aðferðafræði rammaáætlunar raun og veru. Þannig að þarna fékkst bara jafningjamat eins og gert í vísindum á það að hér væri bara rétt og vel og vísindilega staðið að mál. Það var frábært. Í öðru lagi þá bara hrekur hann algjörlega þessa ákvörðun varðandi Alþingis, varðandi að taka þessa ákvörðun, hann sé engin rök og aftur bendir hann sérstaklega á margar hluti en hann bendir ekki síst á mikilvægi flæðiengjanna og framburðarins og hversu miklu máli þetta skiptir fyrir lífríkið á svæðinu. Þannig að ég segi þetta vegna þess að þetta eitt af deilumálunum sem hafa komið upp og í gagnrýni fyrirtækja og Landsvirkjunar og rakana sem að held ég voru notuð svona í sambandi við þessa biðflokksflutning. Að það var einhver óvissa þannig. Auðvitað óvissa lífríkið á svæðinu. Það ekki til neitt módel eða neinn verkfræðileg útfærsla á rannsóknum og reynsli þessara árkerfa sem að kemur með einhverja lausn upp úr hatti. Hér gildir eingöngu að virða óvissuna. Og enn heldur þetta þá áfram hér. Og það náttúrulega að mörguleyti tilefni þessa þings þessi niðurstaða sem að birtir á VF ráðuneytisins, umhverfisráðuneytisins 12. ágúst 2025. Það sem ákveðið að halda Kjalölduveitu og héraðsvötnum áfram í biðflokki. En nú eru rökin þau að það þurfa að fara í einhverja endurskoðun og ég heyrt heilmikið það hérna. Og þið kannski skinnið á mér og ég hef mínar efasemdir kannski hvernig ætti að standa því en ég alveg til að ræða það. En ég ætla ekki að fara út í þessa deilur beint hér atvinnulíf versus náttúru eða einhverja svokallaða orkuskort eða eitthvað slíkt, það er voðalega freistandi. Mér langar sérstaklega að benda á samhengið sem við nýlega stefnu sem hún að fara í loftið núna hjá umhverfisráðuneytinu stefnum líffræðilega fjölbreytni. Ég reyndar tók þátt í stýrihópi til að búa þessa skýrslu til og það eitt sem draga til graf að Sameinuðu þjóðirnar hafa þróað mjög flókna aðferð sem kölluð ecosystem approach, vistkerfisnálgun og hún núna grundvöllur framkvæmdar stefnu líffræðilega fjölbreytni á Íslandi og ekki bara á Íslandi, heldur víðar. Og rammaáætlun eitthvað besta dæmið heildstæða vistkerfisnálgun á Íslandi. Þetta raun og veru ótrúlega mikilvæg staðreynd sem ég vildi bara svona henda þessu í umræðina því að þetta hefur kannski ekki verið mikið nefnt áður. Þannig að ég tel að við þurfum að fara mjög varlega við að breyta rammaáætlun og vinna með hana mikilli virðingu og læra af og svona einhverjar svona stuttar og hæfilega vanhugsaðar pólitískar ákvarðanir eru varasamar. Og ekki síst þegar kemur, nú ætla ég bara að þakka kærlega fyrir með þessu tilvísun hérna í orð Antonio Guterres af því að það hefur verið talað hérna áður ábyrgð Íslands alþjóðlega í þessum málum
Við erum hér með stóran hluta af víðernum Evrópu, óbyggðum víðernum Evrópu til dæmis og mjög merkilega líffræðilegan fjölbreytileika. Þannig að við höfum verulega skyldur þegar heimurinn stendur frammi fyrir því að 70–80% af þurrlendi jarðar og 85% af votlendi meira og minna búið að eyðileggja hér í heiminum. Við höfum ábyrgð gagnvart svona atburðarás. Það bara það sem ég langaði svona að vísa í og Antonio Guterres svona tróði sjálfsmorð og ég tekur undir það. En takk fyrir. Þakka þér fyrir og ég bara verða að láta að flakka ýmislegt sem þú komst inn á í þessu erindi sem að styður verndun Héraðsvatna á líka við Þjórsá. Þar sem ég bý sjálf og vakna við glimran við lætin í framkvæmda vilum, þannig hinum með vána. En næstur á dagskrá Jón Einar Jónsson sem ætlar að tala Garpsdal og það verður spennandi að heyra það. Hvar ertu, Jón? Þarna ertu, já, ertu velkomin. Tilbúin. Gjörðu vel. Við erum með... Ég sem sagt fuglafræðingur, starfa við Rannsóknarsetur Háskóla Íslands á Snæfellsnesi og ég kom inn í faghópi í 5. áfanga. Nú, það ekki tilviljun, það fuglasérfræðingurinn sem kemur að tala við ykkur eina vindorkukostin í dag, eins og þið munu sjá, en ég spyrji ykkur öll þessara spurningar í smástund. Og þau ykkar sem eiga ekki svar, og ég reikna nú með að flest ykkar eigi eitthvað svar, einhverja minningar eða upplifanir tengdar fuglum. Gerið þið endilega upp við ykkur, hvert verður ykkar svar við þessari spurningu. Í faghópi 1 í 5. áfanga mátum við 10 vindorkukosti, auk 5 annara kosta sem voru sem sagt Bolaalda og 4 vatnsvirkjanir. Þorri kom inn á þetta. Staðreyndin sú að það eru fleiri í pípunum og ef það marka landverndarkorti þá eru þeir alltaf 4 sinnum fleiri. Og þið sáuð vindorkukostina fyrstu, gulu hringirnir á kortinu hjá Þorra, það voru sem sagt 5 fyrstu vindorkukostirnir úr áfanga 4. Vandinn við vindorkuver í hnotskurn að þau teygja sig upp til himins og geta með misheppnuðu staðarvali valdið fuglastofnum tjóni. Og þetta mörg dæmi og frægasta dæmið og mesta víti til að varast Smöla í Noregi. Þessi víti upp í lofti hefur í för með sér þrenns konar áskoranir umfram hinn hefðbundnu á jörðu niðri. Við erum búin að vera að tala eyðingu búsvæða bara síðan við byrjuðum, Þóra, Ellen, Skúli og Þorri búin að vara við því. Og nú kem ég með 3 ný víti til að varast, áflug, forðun og hindrun. Vindorkugarðar geta sem sagt valdið slysum og dauðsföllum á fuglum, geta valdið því að farleiðar skerðast eða breytast eða lengjast. Og svo ef við auðvitað erum komin með kannski 4-5 vindorkuver á litlu svæði eða í sama sömu heiðinni, þá erum við væntanlega komin með hindrun, farin að loka farleiðinni, það að segja. Og hér ber að hafa í huga að vindorkuverin ná 200 metra upp í loftið, 200-220 með spaðana í hæstu stöðu. Sem þýðir að þau geta verið ef það þarna flugleið yfir, þá getur það verið 1/3 til helmingur af fuglunum. Margir þeirra fljúga auðvitað töluvert hærra. Flestar framkvæmdir hafa áhrif á varpfugla á framkvæmdasvæðinu í grennd, en annað stóra atriði fartíminn vor og haust. Við erum með farflug og innanlandsflug sem hefur ekki verið vel kortlagt að öllu leyti. Það eru til ágætis upplýsingar GPS-merktar grágæsir. Við erum með ágætisverkefni ernina sem að vindorkufyrirtækin kosta ásamt fleirum. Og síðan það að við erum ekki með mjög mikið af erlendum rannsóknum
vindorku á landi. Mjög mikið af fuglarannsóknum vindorku frá Evrópu vindorku á hafi, sem kemur ekki beint við okkar sögu eins sem komið Og núverandi áætlanir munu fyrst og fremst hafa áhrif á mófugla, sem eru fuglarnir hérna til vinstri, heiðlóa, spói, stelkur, þúfutittlingur, rjúpa og hrossagaukur þar fremst í flokki. Og það verða auðvitað uppsöfnuð áhrif. Og þessir fuglar, ef við förum og gerum mat- og umhverfisáhrifum vegna framkvæmda, þá er þetta yfirleitt algengustu fuglarnir. Því þetta eru algengustu fuglar Íslands. Og þegar við erum komin með vindorkuver, þá erum við komin 200 til 400 metra yfir sjávarmáli, jafnvel hærra. Og þar af leiðandi þéttleiki þeirra eitthvað farin að minnka. Vandinn hins vegar sá að það mikil ásókn í búsvæði þessara fugla á láglendi, í 200 metra hæð og neðar. Þannig að við erum mögulega með öllum öðrum umsvifum þjóðfélagsins hugsanlega að ýta mófuglunum upp í fjöllin í framtíðinni. Og ernina komum við inn á aðeins síðar. Garðsdalur var metinn í rammaáætlun 4 ásamt 4 öðrum vindorkukostum. Einn fór í nýtingarflokk sem var Búrfell, en við fengum sem sagt Garpsdal, Sólheima og Vindheima í Hörgársveit í Eyjafirði frá rammaáætlun 4. Í rammaáætlun 5 bætast við 6 nýir vindorkukostir, þannig ég var með 10 kosti að bera saman þegar við vorum að skoða vindorkuna og við fórum þá leið að klára hinar yrkjanirnar og notuðum svo síðasta vetur til að skoða vindorkuverin. Og vandamál númer 1 við Garðsdal kortið hérna, sem ég að sýna ykkur. Við erum komin inn í Breiðafjörð. Í ansi miklu nábýli við eitt mikilvægasta, ef ekki það mikilvægasta fuglasvæði í Íslands. Við erum náttúrulega ekki að eiga við hafið eða eyjarnar, heldur fjöllin, og það má spyrja, skoraði Garðsdalur hátt fyrir náttúrufar og menningarminjar. Hann fékk hæstu einkum fyrir berggrunn, 4. hæstu fyrir fugla og skorar raunverulega lægst fyrir vistkerfi og jarðveg, munaði ekki miklu á landslagi og víðernum eða menningarminjum. Og þið sjáið hérna í rauða kassanum heildareinkunn vindorkukostana 10 fyrir náttúrufar og menningarminjar og það ekki mikill breytileiki. Lægsta einkunnin 8,2, hæsta 9,8, svo eru 2 með 9,5 og svo erum við komin milli 8 og 9. Þannig að, og Garðsdalur lægstur fyrir ýmislegt svo sem vatnafar og vatnadýr og Skúli var mjög heppinn, það var allt sem skoraði hátt hjá honum. Það var þægilegt. Með vatnsaflsvirkjun og það votlendi, þá náttúrulega fullt af gróðri og þá líka fullt af fuglum. Þessi staðir eru alls ekki þannig. Ég gat verið með stað sem skoraði hátt fyrir fugla en lágt fyrir vatnadýr og gróður, eða þá skoraði hátt fyrir fugla og gróður en lágt fyrir vatnadýr. Það var miklu erfiðara að gefa lífríkinu einkunn fyrir þessi fyrirbæri heldur en nokkuð tíma hér þess vegna. Hvað lenti Garðsdalur í röðinni? Hann lenti neðarlega og Skúli nefndi hérna raðgreininguna, hann lenti sem sagt miðja deild í henni, þá sem sagt eru þeir bornir saman, 2 og 2 saman, nokkurs konar innbyrðis viðureign milli virkjunarkosta. Þannig hann á hann að koma sér í 5. sætið en lendir neðarlega bæði í áhrifamati og verðmætamati. Verðmætið sem sagt lágt, allavega samkvæmt svona tölulegum skölum, en þá auðvitað spurningin hvort að sagan sé öll sögð. Þið sjáið í skýrslu okkar fengu 2 atriði rauðan lit sem varða náttúrufar og menningarminjar, númer 1 Garðsdalurinn í Breiðafirði. Við viljum náttúrulega ekki sjá það nálægt öllu þessari flugumferð og öllum þessum fuglum. Síðan þetta ágæta Arnarverkefni. Það kom í ljós að ernirnir fljúga fyrsta lagi flest allir nokkuð nálægt Garðsdal og það reyndust vera 4 þeirra sem á endanum flugu yfir hann. Hvernig metum við fuglalíf í rammaáætlun? Við erum með tegundalista frá Náttúrufræðistofnun, bæði fjölda tegunda sem hafa fundist á svæðinu og fjöldi tegunda sem á válista. Við erum með lista yfir alþjóðlega mikilvægar tegundir, það 21 fuglategund,
þar sem að 1/3 eða meira af heimsstofni, eða 20% eða meira af heimsstofni lifir á Íslandi, verpur á Íslandi. Við erum auðvitað með einhvers konar upplýsingar stóra stofna og verðmæta bletti, svo erum við með fuglaskýrslur svæðið, sérstaklega fyrir vindorkukostina úr rammaáætlun 4, því þeir eru náttúrulega búin að herða sína vinnu við mat á umhverfisáhrifum. Og svo erum við með þessa dásamlegu græju hér. Þetta er Richness líkan þróað af Veroníku Mendes, Tómasi Grétari og samstarfsmönnum. Þetta var birt núna í haust í Wildlife Biology og Mikaela Hrapalikova, sem er núna hjá Náttúrufræðistofnun áður Landmælingum Íslands, hún gerði kort með. Og þetta er hitakort fyrir fugla byggt á landrænum upplýsingum, hæðir sjávarmáli, gróðurfari og fleiri slíku. Þannig að Garpsdalur er frekar kalt svæði, því sjáum við þetta er lægsta súlan þarna lengst til vinstri. Sama skapi sjáum við að fugla verðmætustu svæðin eru lengst til hægri í átt að kortinu. Þannig að ef við værum á þannig svæði þá væri þetta, eins og við sjáum í rauðu blettina þarna niður yfir ströndina, þetta eru sem sagt fugla auðug svæði samkvæmt þessu líkani. Umhverfismatsskýrslan frá Náttúrustofu Austurlands styður þetta nokkuð vel og þið sjáum hérna flugvirknikortin, þið sjáum líka spaðana teiknaða inn á sem bláa punta. Þarna sáum þau 17 tegundir. Eini staðfesti varpfuglinn var sendlingur, aðrir líklegi varpfuglar voru heiðlófar, rjúpa, snjótittlingur og steintepill. Þau sjá afskaplega lítið af fuglum þarna. Flott. Og ef við færum annað, færum sólheima eða hnotastein eða einhver fugla auður í svæði, þá værum við með 2 til 3 sinnum fleiri svona kort og það væru miklu fleiri strik á þeim. Þannig að þetta er tegundasnautt svæði. En það er náttúrulega plot thickens. Það er náttúrulega hans konunglega hátign og ég sagði strax þegar ég heyrði Garpsdal nefndan fyrir einhverjum 10 árum, það er eins gott þú sért vissum að það séu engir ernir þarna. Og ég var fullvissaður það og við trúðum því nú eiginlega bara flest öll þangað til fyrir 2 árum. Þá taka þessir ágætu GPS-merktu ernir upp á því að fljúga yfir svæðið. Ég fékk þessi kort alltaf frá Kristni Hauki Skarphéðinssyni á Náttúrufræðistofnun meðan hann snaut við og setti í skýrsluna okkar að það hefðu 2 ernir fljúgið um svæðið og EM Orka þeim til hróss, Jóninnar, þeir voru reyndar 4. Þannig að og það er græni hringurinn á kortinu fyrir ykkur. Og þið takið eftir því að það er auðvitað þarna mikil flugumferð ungra arna þetta svæði þarna í grennd. Það á ekki að koma neitt á óvart að þeir kíki þarna upp í skarðið og skygnist þarna í sinni fæðuleit. Og þá vaknaði eðlilega spurningin hvert væri vægi þessara arnarfluga. Og þeir hjá EM Orka, þeir drógu gögnin ekki í efa en þeir hvöttu til leiks erlenda sérfræðing, arnarsérfræðing frá Bretlandi sem vildi ekki meina að þetta væri neitt stórkostlegt. Gallinn er sá að þetta er byggt á útreikningum á árekstralíkum, sagðar að vera lágar. Þú færðu þetta ekki háar árekstralíkur með 4 fuglum. Það er svona nokkuð basic tölfræði. Nú þessi glæra, ég réði ekki við mig og sett hana inn. Við erum að tala um Garpsdal að því að ráðherra sett hann í Vítingaflokk. En ég ætla bara að benda ykkur á það að Garpsdalur er ekki stærsta ógnin sem stæðir að ungliðahreyfingu arnarins í rammaáætlun 5 eða á kortinu hérna frá Landvernd. Skiptir það máli að 4 ernir flugu í Garpsdal. Árekstralíkurnar lágar, skulum bara taka því sem gefnu, en þetta eru samt sem áður 4 ernir af 39. Það er 8 eða 9%. Og hvað skiptir það síðan máli? Skiptir það ekki einhverju máli að við erum stödd nákvæmlega þarna? Bara alveg, erum við Breiðafjörð eða í Breiðafjörð? Ég ætla að leyfa einhverjum öðrum að rífast það. Hér er svo sundurliðun á fuglamatinum og þetta var eitt fyrsti kosturinn sem ég skoðaði að því hann kom úr rammaáætlun 4 og auðgi fjölbreytni, fágæti og stærð samfella heild 13, þetta er næst hæsta einhverjum sem við gefum. Og þarna vega þetta örninn og þetta mikilvæga fuglasvæði sem við erum vissulega stödd á afskaplega þungt, það skal bara algjörlega viðurkennt. Áhrifamatið
við erum svo sem ekki með alvarleg áhrif. Það vekur þó athygli og þetta höfum við séð annar staðar líka að það er til heimildir rjúpnahópa að hausti sem birtast þarna stopult. Rjúpan verður afskaplega erfið í rammaáætlun af því að fyrsta lagi hún sýnir stoppsveiflur, það eru stundum fáar og það eru stundum margar og svo flakka þær landið og þetta flakk ekkert alltaf voðalega vel kortlagt. 1 mínúta eftir. Nú framkvæmdasvæði frekar rýrt varðandi fugla liggur hátt uppi, þéttleiki fugla lágur, mun veigaminna fuglalíf á framkvæmdasvæði sem sagt uppi á fjallinu heldur en niðri við ströndina. Mjög stórir rjúpuhópar og áflugstíðni öllum líkindum lág og áhrif búsvæðataps sömuleiðis lítil. En það er eitt kavíat. Rammaáætlun er með núverandi útgáfu þessari virkjun. Það er búið að sækja líka fyrir mögulegri stækkun. Skipulagsstofnun hefur haft afskipti af því. Að öðru leyti þakka ég fyrir hönd mín og míns liðs góða áheyrn. Jæja, þakka þér kærlega fyrir og nú er alveg að koma kaffi og við fáum 10 mínútur kaffi en það er hérna einhverjar tilkynningar. Já, heyrðu, ekki beint tilkynningar, Nú, en okkur langaði bara líka að auglýsa annan viðburð sem að við Landvernd erum með hérna á eftir. Við erum sem sagt að styðja við bíósýningu sem er í Bíóparadís klukkan 5 og ef þau eru ekki búin að fylgja okkur mikið á okkar miðlum og eru þá að heyra þetta fyrst hér, þá vildi ég bara láta ykkur vita að það væri sýnd bíómyndin Bóndinn og verksmiðjan sem að er mjög mikið í anda þess sem við erum að tala hér. Þannig að ef þið hafið áhuga því, þá bara mælum við eindregið með því að kíkja í Bíóparadís. En annars vildum við bara auðvitað þakka ykkur öllum fyrir að vera hér, fyrir Landverndar og vildi kannski bara svolítið minna eða svona benda á þá skemmtileg staðreind að við erum hér í Veröld, húsi Vigdísar og Vigdís Finnbogadóttir er náttúrulega verndari Landverndar. Þannig að bara svona falleg orð til að fara með inn í 10 mínútna kaffið ykkar.
góðir hálsar, ég veit að kaffitíminn alltaf of stuttur, en við verðum víst að halda áfram og nú komið að pallborði, en áður en það hefst þá ætla ég að bara bjóða velkomin sem eru hér á streymi og einnig þakka þau náttúruverndarsamtök sem standa fyrir þessum fundi. Þau þakka ykkur fyrir komuna. En þá komið að pallborðinu sem hún Björg Eva ætlar að stjórna og í því eru Guðbjörg Jóhannesdóttir, Snæbjörn Guðmundsson, Björt Ólafsdóttir, Ólafur Páll Jónsson. Já, og ég ætla að biðja ykkur að koma hér á þessum háborðum. Ég er löngu mætt. Ég sé það. Núna. Getið þið staðið hérna saman við þessi 3 borð þótt þið séu 4? Við reynum að koma okkur saman. Þið reynið að koma ykkur saman og hérna við erum 10 mínútum of sein, þannig að ég ætla ekkert að kynna ykkur aftur af því að það er búið að því. Þannig að núna getum við bara farið beinustu leið í það sem er umræðuefni hérna, sem er á rammaáætlun sér framtíð. Eigum það, þá er spurningin hvort það þarf eitthvað að taka til og lagana. Og ég er að hugsa að byrja hjá þér, Guðbjörg, af því þú ert næst. Þetta er stór spurning. En sko, Björt var svo sem byrjuð, ég get líka byrjað hinum megin. Já, endilega byrjað. Og ég byrja hinum megin. Af því þú varpaðir fram þessu, af því þú ert eina manneskjan sem kemur fram 2 hérna á deginum. En þetta er mikið forskot og svo ferðu að byrja aftur núna. Já, mér finnst nú ekki leiðilegt að tala. Þú gerir minna af því í svona pallborðum í dag en áður, sko. Já, nei. En lifir rammaáætlun? Sko, það er náttúrulega bara spurning hvað pólitíkin vill og á endanum líka auðvitað, sko, almenningur. Og þegar maður svona fer að finna að það er orðið eitthvað rót og jafnvel neikvæðari, mér þætti til dæmis bara mjög áhugavert að fá einhverja könnun á því, bara hvort að almenningur, auðvitað almenningur svona ekki voðalega vel inn í hvað rammaáætlun þýðir, en þó einhverjir, og ef það væri bara spurt heilt yfir út af því að bara hvað, á þetta að vera svona eða ættum við að taka upp eitthvað annað og heyra hvað þeim finnst. Það fer svo inn í pólitíkina, ef að pólitíkin finnur að engin áhugi fyrir rammaáætlun eða þessum svona einhverju strúktúr í kringum það hvernig á að vernda og hvernig á að nýta eða verið í orkuöflun, að þá er það fljótt að berast þangað inn og svona allir bara farnir að ykkur öxlum og það er bara svona mín tilfinning að það sé orðið dálítið svoleiðis andrúmsloft núna og kannski er það rangt en hérna eins og ég sagði áðan að þá finnst mér við fórum í þetta verkefni 3 ólíkir einstaklingar og ég var ekki viss hvort að við erum eitthvað endilega sammála sko en komist að sameiginlegri niðurstöðu sem er alltaf gott í svona starfsfólkum en þurftum auðvitað við vorum ekkert þetta er ekki skrifað bara eftir mig og eftir minni hentisemi en ég tel að hún eigi eins og kemur þar í ljós að halda áfram og ef einhver finnur upp á einhverju betra og þá þarf að gera það og láta það svo feita inn í núverandi sérfræðivinnu sem að búið að lýsa svo ofboðslega vel fyrir okkur núna. Já. Og ég til rosalega mikilvægt, bara til að enda mitt hér í þessu, að þetta sé gert heildstætt yfir landið. Út af því að þannig er verið að bera saman sömu aðferðafræði allstaðar. Þá er ég sem bara að færa mig hingað, Ólafur, er ekki bara allt í lagi með þessa rammaáætlun? Þannig að búið að vinna mikla vinnu. Jú, þetta er bara fína lagi sko, með held ég rammaáætlun og búið að lýsa aðferðafræðinni og ég held að þetta sé bara að vera mjög heppin að hafa rammaáætlun og að fengi þessa vinnu. Helsti banding kannski hefur verið sá að þegar farið er af stað að þá bara skortir svo mikið af grunngögnum. Þannig að það er sama sagan og svo oft áður að það skortir grunnupplýsingar náttúrufar Íslands og þetta er bara svið sem hefur verið vanrækt og er ennþá vanrækt. En mér langar aðeins að segja varðandi spurninguna sem Björt fékk, hvort hún á framtíð fyrir sér, að sko þetta er
eina lýðræðislega viðbragðið við djúpstæðum, flóknum ágreiningi sem varðar ekki bara núverandi kynslóðir heldur líka komandi kynslóðir. Þannig að þetta ef við ætlum að henda rammaáætlun, þá erum við raunin að hætta að fjalla þessi mál á lýðræðislegan hátt. Það bara, ég myndi bara segja, það svo einfalt. Ok, en nú sjáum við samt sem áður, eins og Björt nefndi hér í upphafi, að þótt að rammaáætlun sé við lýði, þá samt farið að setja sérlögum virkjanir, þannig að eitthvað ekki í lagi, þótt að rammaáætlun sé fín. Og Snæbjörn, væri hægt að gera þetta öðruvísi, hægt að laga þetta, vegna þess að við erum á þeim stað að rammaáætlun, hún hefur ekki alveg virkað, stundum við geta samþykkja hana, stundum við farið fram hjá henni og það hlýtur að þurfa einhverja að breyta. Snæbjörn. Þetta nefnilega, já, nú höfum við hlustað hérna á allir erindi og kemur í ljósa að okkur eins og Ólafur segir, sárvantar þessar mikilvægu upplýsingar og þessar mikilvægu rannsóknir sem eru hérna hverja krónu og bara svit og tár bak við þær. En rammaáætlun hún fyrst sett fram sem einhvers konar málamiðlunarhugmynd. En hún ekki, ég held að hún rauninni aldrei verið hugsuð þannig. Ég held að hún hafi alltaf verið hugsuð í upphafi hvað eigum að virkja næst. Hún ekki hugsuð hvað eigum að vernda, hvað eigum að virkja, heldur bara hvað fáum við næst af orku þorstan sem ríkti hérna á 10. áratug síðustu aldar. Hún þetta runnin upp úr skýrslunni eins og frá 94 frá iðnaðarráðuneytinu og hugsa þetta sem lýðræðislegan, ég alveg sammála því þetta hljómar þessi lýðræðislegt einhvers konar millistig og svona málamiðlun sem að enginn kannski sammála eða enginn sáttu við, en ég held að þetta sé í rauninni, því svo þetta fyrir þetta meðferð Alþingis sem að bara dílar og skvílar eins og það vill. Og það eru önnur lög sem að gilda í landinu. Rammaáætlun hefur einhvern veginn ekki náð bara áttum gagnvart til dæmis vatnatilskipun Evrópusambandsins, náttúruverndarlögum og öðrum lögum. Og rammaáætlun það var alltaf í upphafi frá 2011 þegar rammaáætlunarlögin voru sett að hún ætti að taka til dæmis mið af vatnatilskipun Evrópusambandsins sem hún hefur aldrei gert. Það stendur bara beinlínis í lögum rammaáætlun. Og nú erum við komið með algjörlega nýja stöð þegar fyrsta virkjunarleyfið var ógilt vegna laga stjórn vatnamála 2023. Og ég held að það sé, við erum að horfast í augu við það að rammaáætlun fyrir og eftir 2023, það bara sitt hvað hlutur. Við getum ekki hugsað þegar við erum að fjalla svæði eins og Héraðsvötn, Kelduveitu, bara Hvammsvirkjun og Hvalárvirkjun sem eru báðar í nýtingarflokki, myndu þær standast fá undanþágu frá lögum stjórn vatnamála og ég held að það sé rauninni útilokað. En það mat fór aldrei fram, þótt að rammaáætlun og verkefnisstjórn bara gera það samkvæmt lögum og það ekkert að vísa því bara inn í framtíðina. Rammaáætlun þarf að gera þetta strax í upphafi, það var ekki gert. Því að nú sitjum við, eins og ég segi, sitjum við upp með allan 2 virkjunarframkvæmdir, Hvammsvirkjun og Hvalárvirkjun, sem nú búin að vera einhver svona svofandi risi sem að bylta sig núna. Og ef að við hefum horft strax til laga stjórn vatnamála og vatnatilskipunar, þá væri þessar hugmyndir líklegast bara ekkert á borðinu. Okay. Þannig að rammaáætlun, hvort að hún eigi sér framtíð, það bara viljum við hafa eitthvað sérsmíðað, einhvern lungkynna utan eitthvað, eða viljum við bara horfa til þeirra laga sem ríkir landinu, sem eru vatnatilskipunin, sem bindandi á öllum stigum máls. Og náttúruverndarlaga viljum við horfa eins og Þorleifs talaði hérna víðerni. Ætlum við virkilega að hugsa víðernin út frá náttúruverndarlögum eða á þetta að vera bara einhvers staðar í lofti og fara svo inn til Alþingis og þar þetta díla og skvíla það. Ég hefði nú aldrei haldið að rammaáætlun hefði átt að vera ofar lögum.
held þótt að það sé verið að vinna hana eins og gert og ég held líka að þegar að fólk vantreystir rammaáætlun núna og þá horfir það mest á stjórnmálamennina og hvernig þeir að fara með hana og færa til án sérstakra raka og það náttúrulega grefur mikið undan trausti en líka kannski þessi vinna sem var ekki unnin í upphafi en unnin núna. Guðbjörg, þú veist mikið það var nú verið að gagnrýna samfélagsþáttur og allt það hefði ekki verið inni framan af en verið að laga þetta tæki og hver vonin fyrir það? Já, ég held að ég sammála Ólafur Páli að ef við hefum ekki rammaáætlun þá bara erum við á hættu á því að þetta við séum ekki með lýðræðislegt ferli fyrir þetta. En ég held að það sé mikilvægt sem hefur náttúrulega alltaf verið raunin eins og ég sé þetta að rammaáætlun hefur haldið áfram að þróast og þróa aðferðafræði sína og gera hana betri og kalla eftir meiri rannsóknum og það náttúrulega einn risastóri þátturinn sem réttilega bent á minni mig á í skýrslunni ykkar að það þarf svo mikið átak í að gera grunnrannsókn. Þú veist, bara það svona grunnskortur sem háir held ég allri í vinnu en ég meina fagubarnir hingað til hafa lagt mikið af mörkum til að byggja upp sterkari þekkingagrunn og þróa aðferðafræði sína með tilliti til þess en alltaf á grunninum sem hefur verið lagður. Ég held að sé mjög mikilvægt að þróunin eigi sér stað bara jafnt og þétt eftir því sem við getum bætt við nýrri þekkingu en byggjum á grunninum sem hefur verið lagður. Og núna til dæmis síðan að ég kom inn í faghópinn ásamt Eddu Vogi þá hefur við verið að vinna að því að gera sterkari þekkingagrunn undir mat á landslagi sem að tengist einmitt þessu tengslagildi sem að náttúran hefur og því hvaða sem að skiptir okkur mannfólki í rauninni máli varðandi umhverfið. Það þú veist að við eigum í djúpum tengslum við staði og landslagsgæði eru mjög mikilvæg á þessu landi sem er kannski ekki eins ríkt og mörg önnur lönd af alls konar öðrum gæðum eins og líffræðilegum fjölbreytileika þó að hann sé vissulega ríkur hér. Þannig að það skiptir mjög miklu máli að við tökum svona þéttara utanum þessi gildi sem eru undir í faghópi 3 og eru líka undir í okkar faghópi í sambandi við landslag, víðerni, menningarminjar sem eru þessi svæði þar sem við erum að díla við tengsl manns og náttúru og það eitthvað sem ég held að skipti mjög miklu máli. Ég held líka að skipti máli það sem mér hefur fundist svona, sem hefur verið mjög hugleiki bara síðan ég var í meistaranámi í umhverfisheimspeki í Bretlandi, það að við reynum að færa okkur frá eða svona að bæta við þessa nálgun sem að rammaáætlun sannarlega einkennist af og í rauninni bara allir náttúruverndar svona ferlar við að það þessi vísindalega nálgun sem að skiptir sannarlega máli en hún byggir á því að taka í sundur einingar og telja og mæla einingarnar og sem mjög mikilvægt en það sem að mér finnst mikilvægt að við reynum að huga að í framtíðinni þetta heildstæða mat. Hvernig getum við náð betur utanum hvernig öll þessi litlu viðmið sem eru víða á milli faghópanna, hvernig eru þau í okkar skynjun og upplifun og hvaða máli skipta þau sem heild. Og það eitthvað sem ég held að við þurfum einhvern veginn að leggja á okkur svolítið vinnu í að hvernig getum við einhvern veginn tekið betur utanum það og kannski best að gera það einmitt með því að tengja rammaáætlun betur við önnur ferli, önnur skipulagsferli, þú veist, og umgerðir. Ef maður aðeins grípin í og taka undir með Snæbjörni, það er alveg rétt að friðunarparturinn, hann átti að vera jafn settur og orkunýtingunni og það átti að gerast í náttúruverndarlögum og það var eina niðurstöðum okkar sem fórum í að það væri ekki bara sem sagt, hér ætlum við að virkja skoðum þetta landsvæði. Þetta átti að gerast þar en hefur ekki gengið sem skyldi og það eina niðurstöðum okkar í þessum hóp og við reyndum og við lögum mikið á okkur að reyna að búa þetta til, reyna að ýta undir þetta aftur, skoðum og við leggjum það til, en þetta náttúrulega alveg
bílaslega stórt verkefni en þarf að gera að skoða heildrænt allandið Ísland og fá til okkar færasta fólk til þess að kortleggja það út frá vernd líka. Þar með erum við auðvitað búin að leysa mjög margt sko. Þá þurfum við ekki en eins og réttilega kom hérna fram hjá henni Þórarinn, þá auðvitað bara að vera að friða fyrir orkunýtingu en ekki einhverju öðru þegar einhver aðili kemur og vill virkja á einhverjum stað. Þannig ég tek undir þetta og varðandi þessi í raun 9 mál fyrir, eða ekkert 9 mál, en svona það eins og þetta hafa bara komið á borðið hjá okkur á Íslandi og stjórnvöldum vatnslot og vatnatilskipunina. Kom mörgum óvart. Það hefði svona skýr og mikil áhrif inn í þessa ferlalla að þar hefði ekki verið þessi vatnslot metin og vel og réttilega. Sko þar sem ofta steig Landsvirkjun inn af ekki sérstakri hógværð. Nei. Og svo sér maður líka að gera sína vinnu betur bara. Ég þau hugsanlega átt að gera það, en þau stigu inn eins og þetta væri bara eitthvað sem væri hægt að bara sópa út á borðinu. Já. En þau hafa ekki bara gert það í því, eins og kom fram í erindi Þóru Ellenar. Hvernig getur það gengið að einhver rammaáætlun vinnur allt þetta starf og svo kemur bara skorinort símtal frá Landsvirkjun og hættir við friðlýsingu? Hver eiginlega ógnin sem steðjar að allir þessari vinnu? Bara fyrst örstutt hvert ekkert það og svo ætla ég bara að opna á spurningar úr sal því þar líka allt þetta fólk sem búið að vinna allir þessa vinnu sem misvel farið með. Ég held við getum verið sammála það. Já, ég byrja á þér, Guðbjörg. Ég persónulega hef velt því fyrir mér að því þetta mikil vinna og þetta bara ákveðin svona þegnskyldu vinna sem okkur skipað að gera eins og Þorri bendi á réttilega. Það ekki eins og við sem að sækjast eftir þessari vinnu heldur fáum við skipunarbréf um að sinna þessu hlutverki sem við tökum mjög alvarlega og bara leggjum okkur mikið fram að vinna eins faglega vinnu og mögulega hægt og síðan séu ákvarðanir teknar sem að taka ekkert mið af þessu. Það velti maður fyrir sig bara til hvers erum við að vinna allar þessa vinnu og bara fórna ýmsu til að vinna hana. Það koma spurningar eftir örskama stund. Nú ætla þau öll að svara þessu, svo kemur það ykkur. Það mjög góða punktur sem þú segir, Landsvirkjun getur stoppað af og þetta sem að Guðbjörg segja og hefur komið hérna fram, það eru lagðar gríðarlega mikla rannsóknir að vinna í allar þessar rannsóknir, en ég vil auðvitað benda það að þessi vinna sem er nánast unni þegnskyldu vinnu, hún auðvitað lítil miðað við Mörður, það kemur að þér. Þú fara þetta smá. Ég ætla að benda það, eins og til dæmis Landsvirkjunni í tilviki Hvammsvirkjunar, það sem var töluðu vinna hérna á bak við alls konar rannsóknir, að bara orku, það fjármagn sem Landsvirkjunni hefur lagt í Hvammsvirkjun, annars valla hafa sett niður skóflu, 7 milljarðar. Hvað ætli það að færi mikið í alla verkefni, alla vinnu faghópana, samanborið við það. Þannig að hlutfallið á milli náttúru og virkjunarafla er svo gríðarlega mikið og aðstöðumunurinn er svo svakalegur. Auðvitað þarf að leggja, hvað myndum við gera? Það myndum við leggja jafn mikla fjármuni í að rannsaka náttúru landsins og hefur farið í að rannsaka einhverja virkjunarkosti sem að vera svo kannski bara aldrei um. Ólafur? Já, ég bara tek undir þetta sem það að segja hér og kannski kannski stærsta ógnin svo að þetta alltaf eins og Snæbjörn segir, þetta undir, vinnan svo of mikið undir formerkjum þess að það nú þurfum við að fara að virkja og starfið alltaf svona eins og undir hælnum á þessum framkvæmdaaðilum og það litið á svona það að friða svæði eða setja það í verndarflokk, vel að merkja, þó svæðið í verndarflokk, þá ekki búið að friða það. Ég veit ekki eins og hvort það búið að friða eitt einasta svæði sem farið í verndarflokk. Ég held ekki. Og svo því sé bara til aðhaldið, en þetta alltaf undir þessum formerkjum og orðræðin einhvern veginn svo að það að svæði sé verndað, það einhver svona óeðlilegt ástand. Það með ekki bara fara á gröfunni sinni og gera og djöflast eitthvað og
eða búa til bílastæði og selja aðgangaði eitthvað. Það hið eðlilega ástand, gerist við. En það að segja bara, nei, heyrðu, kannski bara höfum við ekki leyfi til að fara hérna inn eða kannski höfum við ekki leyfi til að skemma þetta svæði eða ekki eins og skemma, kannski höfum við ekki leyfi til að trufla einhverja ferla sem við vitum ekki eins og hverjir eru. Það þykir óeðlilegt ástand. Það er óeðlilegt inngrip sem þarf ekki sérstaklega rökstuð. Hitt bara svona því fóttstíðum. Þetta held ég sé kannski stóra ógn og þessu þyrftum við að breyta. Þetta svona eins og að snúa held ég olíuskipi, ég veit ekki á hvolfi, Já, þetta bara stór spurning og ég ætla að reyna að kjarna mig hérna aðeins. Sko, ég held að stærsta ógnin sé að þessi tím að við förum ekki aðeins upp í 20.000 fetin eða reynum ekki aðeins að sjá stóru myndina nægilega oft og þessi tíma sem ég rakti hérna 20 ár eða meira segja 19 frá því að, það ekki? Jú, frá því að rammaáætlun, Kárahnjúkar fór á stað, rammaáætlun kom þar á eftir, þetta svo stutt og reynslan og prósessin og verklagið auðvitað þarf það að slípast til og verða gott og það verður að fá að taka einhvern tíma. Og ég alveg hjartanlega sammála því sem komið áðan fram að 4 ár ekki langur tími. Þeir verða að ákveða svona stórar inngrip og framkvæmdir. En þannig að við erum of æst í að henda okkur á þennan pól og svo hinn. Og við þurfum að vera aðeins með fæturnar betur á jörðinu og jarðtengt þegar bara við í samfélaginu, þegar við eigum ræðum þessi mál. Þannig að ég held að það sé ógn að það sé að vera að taka stórar ákvarðanir byggt og fram og tilbaka yfir allt of stuttan tíma þegar reynslan rétt að koma. Takk fyrir þetta og við byrjuðum 10 mínútum og seint en ég að hugsa að stoppa þennan þátt 10 mínútum og snemma til þess að það verði meiri umræður í salnum af því ég bara mjög forvitin að vita hvað finnst fólki eiginlega rammaáætlun, bæði þið sem sátuð í henni og allir mögulegir aðrir. Og ég hef grun að Mörður hafi beðið Árnason orðið fyrstur og svo... Hvað var það þá? Það var skoðun. Skoðan eru leyfðar líka. Þannig að nú bara hvet ég alla til að taka þátt í umræðinu, koma með skoðun, koma með spurningar, en ekki hafa skoðanirnar mílu langar, því þá komast færri að. Mörður Árnason fyrstur. En til að setja í setningar, ég reyni þess að koma mikrofónum á þessu. Já, ég var svo sér í árdagar rammaáætlunar komið svo það ekki í nefndinni sjálfur, í skakafni sjálfur á fundinum. Ég var framsögumaður fyrstu þingsályktunarinnar rammaáætlun og kom reyndar líka nálægt náttúruverndarlögunum og vatnatilskipuninni eða vatnsverndarlögunum. Sko, ég bara, það tvennt sem ég vil segja að sinni. Í fyrsta lagi við sammála Björtu það að ég líka heyrt þessar raddir frá grænu hliðinni það að rammaáætlun bara henda henni, hún sé dagslaus, hún bara sjáu hvað verið að gera og svo hann veist. Það verður að koma með eitthvað í staðinn. Ég ekki alveg tilbúin að kaupa það að náttúruverndarlögin hans vegar sem voru samþykkt á þetta sama þingi og rammaáætlun fyrsta þingsályktun og vatnatilskipunin hins vegar svari þessu. Vatnatilskipunin, Guð blessi hana og Evrópusambandið, en hún tekur ekki til, hún ekki vindmyllur, hún ekki jarðhita, þannig að við byrjum á því. Og náttúruverndarlögin, það þarf að styrkja þau auðvitað, þau voru samþykkt, það þarf að styrkja þau, en þau duga ekki einu sér. Menn verða að muna þetta var, menn verða að kunna sögur. Þetta var þannig að virkjanirnar fóru frá með 1962 úrferð voru samþykktar á þinginu með sérstökum lögum. Það með sérstökum í raforkulögunum voru setta í virkjanir. Og þær þurftu engar sérstaklega undirbúna pólitíska til þess að fara það inn. Takk fyrir, Mörður. Þú ert orðinn langur. Ég ætla að halda á hún sögur. Nei, hún var stutt. Eftir það kom tímabil þar sem þurfti bara leyfi. Þessi þingi kom ekki nálægt í og svo kom rammaáætlun. Við höfum okkur að byrja því að má ég svo segja
Nei, nú máttu ekki segja meir. Kottu inn aftur og eftir. Gerður hérna. Já, svo hætti ég að hluti við Stefánsdóttir og í Gnúpverjahrepp. Og okkur ekki málið það, og ég líffræðingur þannig að málið er skilt og áhugavert. Ég held að við vitum ekki hvað átt hefur fyrir missu rammaáætlun nú. Hún þarf fyrir sér að þróast og aðlagast aðeins meira eins og einhverju gerist með öll hefð. Til dæmis, ég velti að henda upp hérna svona hugsunarboltum sem ég vil að fá að þróast með ykkur. Að það er í fyrsta lagi að meðaltöl segja voru þessu. Einhverna meðaltalið 5 í bekk segir ekki til hvað voru margir góðir. Og getur verið mjög ólík. Og þannig vildi ég í raun og veru að systemið myndi aðlaga sig að því sem verklag í lögum stjórn vatnamála að það svo kallað one out, all out. Og þá þyrfti til að tafurnir ekki að gjalda fyrir það þegar 20% af stofnunum í vá vegna þess að fari ákveðin áhættu þáttur yfir eitthvað gildi þá ertu ekki að taka og finna út niðurstöðuna með öllum hinnum gildunum. Þannig að það þarf ekkert að vera samkeppni í hversu mörgum flokkum hlutinni skipta máli. Ef það einn flokkur sem bara mjög alvarlegur, þá skiptir hann meira máli. Ég vil líka aðeins tala grunnvatni. Grunnvatni hefur hugleiki og það hefur verið verulega vanmetið og það er ekki rétt og merri að grunnvatnið í lögum stjórn vatnamála er bara heitt og kalt grunnvatn sem súrorka, en vissulega vindmyllurnar ekki undir. En þetta þarf að fara saman. Grunnvatnið, eins og þegar verið að virkja, það hefur aldrei verið metið hversu mikið af vatni er stolið frá öðrum vistkerfum. Þegar verið að draga alla litla árna allar uppsveitirnar inn í lónið og við erum að hafa þurrkunaráhrif þar sem landróf og í loftslagsmál. Og við erum heldur ekki að meta áhrifin á votlendið, af því það er alveg ljós að breyta sveiflur í ám og kannski ýktar sveiflur í ám hafa áhrif á allt votlendi. Hversu mikið vitum við þó ekki, en þetta hefur ekkert verið skoðað. Við höfum svolítið gleymt grunnvatnsáhrifunum af öllum vatnsaflsvirkjunum og það þarf að koma meira inn, til dæmis eins og Þjórsá, þar sem við erum með stærstu votlendisvæði. Ok, komið. Þetta sem ég vildi sjá þróast og kannski mætti líka taka upp inn að nú búum við í Gnúpverjahreppi við 2 æsklikt sprengingar í hverri viku. Takk fyrir. Þessi alvarlegu tímabundnu áhrif á samfélagi. Takk fyrir þetta. Þú ert að fara að skrifa Svanfríði Jónasdóttur verkefnisstjóra bréf hvernig þetta er allt saman gert. En svo erum við að halda áfram umræðinu hvernig er farið með niðurstöður rammaáætlunar sem að fólk er líka bara mjög mikið að hugsa Og eru fleiri búin að biðja orðið? Það eitt þarna ekki? Og ég held því mjög mikilvægt að áttum okkur á því að stór hluti af umræðum virkjanir og þarlegandi vinnu rammaáætlunar og ég ekki að tala niður rammaáætluna, það er ekki sem starfa þar, og hefur alltaf verið innistæðulaust kjaftæði. Og þetta byrjar þannig í fyrsta áfanganum að það er að leggja mat á ekki virkjunarkosti heldur virkjunarhugmyndir. Það er að leggja mat á allskins hugmyndir af guðvirkjunum sem byggður ekki á beinum mælingum eða rannsóknum heldur ágiskaðri jarðgöld eða frekar í virkjunum á svæðum sem þegar voru fullnýtt eða jafnvel ónýtt. Og hvað verður síðan úr þessari vinnu? Það koma þarna allar þessar guðvirkjanir sem nefnir Ítingarblokki í fyrsta áfanga rammaáætlunar. Og menn fóru bara og lögðu saman þessar ákísluðu tölur afl og orkugetu og ákvaðu að byggja 2 álver. Svo bara þegar reynda á, áttuðum þess að því að þessi guða væri ekki til. Og það var umræða hér í þjóðfélaginu árum saman að byggja álver. En forsendurnar fyrir því voru aldrei til.
ekki jarðgufa til að virka. Ég sá þetta bara að byggja 2 álver, svo líða nokkur ára og svo var bara að tala um orkuskort. Hvar var þessi gufa? Hún var aldrei til. Þetta bara eins og þess að skilja þetta þá þurfum við að lesa nýjuföldin keisarans. Og við sjáum að þetta skaðlegt að þjóðfélagsumræðan snúist dellu sem til þess að reyna að redda málum fyrir horn þegar stjórnmálamenn voru búin að fjárfesta í innistæðinu sem hugmynd, þá það að redda þessu kísilverð. Þau þurfa svo lítið rafmagn með álver. Þau bæði að laska hlýðina. Það óbúslega skaðlegt og við raun og á sama fasa í dag að ræða þarna 30-40 vindorkusveit. Það engin tæknileg eða markaðsleg forsenda fyrir þessu. En þjóðfélagsumræðan og vinna rammaáætlunar á fullu að kljást við eitthvað sem í raun og meira minna, ekki alveg, innistæðlaust kjaftæði. Þetta eru mjög fín loka orð hjá þér núna í bili. Ég sé að Skúli búinn að biðja orði líka. Það að jarðtengja þessa raforkuumræðu, Orkustofnun þetta að gera það. Það þarf að fara fram hér einhvers konar raunhæfnismat. Áður en raun voru sökka sér alla þessa vinnu á þessu umræðu. Áður en kemur til rammaáætlunar. Ragnhildur, þú ert með á hreinu hverjir en ég veit að Skúli var búinn að biðja orðið. Ég ekki með neitt á hreinu, ég bara hérna með mikrofónir, þannig að þetta sigur allir meira. Skúli var búinn að biðja orðið. Þannig vondir rammaáætlun byggt á rugli og draumórum. Já, ég ætla að taka veit svona þann fram, en kannski óbeint, en að ég mér alltaf þegar ég sé mikið ánægja með umræðina hérna, sem er komin ekki síst umræðina í planetinu. Það ákveðin ástæða fyrir því að ég svona og ég ætla að nefna þessar 3 þætti sem komur fram. Það það að vinnan í rammaáætlun, hún svo viðtæk að hún gefur tilefni þess sem Björk lagði áherslu á hérna oft fyrst og sinnum að á Íslandi þarf að gera heildrænt verðmætamat á svæði. Fyrir rammaáætlun, fyrir ferðaþjónustuna, fyrir alltaf þessar áhrifum kostir sem maður nefna. Það að segja, við þurfum að fá til þess þarf rannsóknir og þekkingu og samantekt og upplýsingu. Og þá kemur alltaf þessi ófullkomleika, þetta ekki hægt, það svo dýrt. En eins og Snæbjörn bent á þetta gríðarlega ójafnvægi sem við upplifðum í 3. áfanga. Öll vinnan í faghópum 3. áfanga fekk 80 milljónir á árið, 30 sérfræðingar. Á sama tíma var Landsvirkjun að vinna umhverfismat á Stórlaxa sem var aldrei virkjuð með 150 milljónir. Einungis á fiskó. Skorköldu uppbyggingin voru það kostaði 1 milljónir. Það var bendað. 3. atriðið lýðræðið. Lýðræðislega nálgun sem að Guðbjörg og Ólafur kannski lögðu mest áherslu á hérna í sínum ári. Þetta voru þau 3 atriði sem við í faghópi 1 eftir 3. áfanga ræddum ítarlega eftir. Þegar við fórum út fyrir á partin og út heim á ráðstefnu en kynna rammaáætlun og ræðana, þá var þetta atrið sem við lögðum áherslu á. Þess vegna ég afskaplega ánægður að heyra þetta. Og til að gera greinuna líka á lagalegu umhverfi sem er gríðarlega mikilvægt að þetta ákvörðunartöku, þá megum við gleyma því að aðferðafræði rammaáætlunar, ég ekki nefnt hana hér beint, en þegar við tölum heildstætt verðmætamat á náttúru landsins, þá aðferðafræðin sem rammaáætlunar til ómeðtök, en hana þarf að sjálfsögða endurskoða og vinna með. En ekki á þann hátt að það verði ekki samfellda í vinnu. Ég voni áttu ykkur á hvað ég er að fara. En þetta er svona skilaboð sem ég held að góð stjórnvöld í framtíðinni geti nýtt sér. Hérna fór fram þessu og ég kannski bara varta spurningu til panelsins en hvaða líkur telur þið á að þetta takist að gera heildrænt verðmætamat á Íslands? Ég verður einhvern tímann stjórnmálaflokkur eða ríkisstjórn á Íslandi sem það segir þetta í hug. Það er hægt að fjármagna þetta. Þegar það kosta milljarða í alls konar hluti, sko. Það verið aðeins í dag. Já. Mér finnst að þið eigið öll að svara þessari spurningu og því hvað er hægt að gera til þess að rammaáætlun sé ekki að meta eitthvað draumóru kennt rugl sem aldrei verður. Má ég byrja á þeirri spurningu? Nú mátt þú byrja. Ég er með eina varandi það. Það sem mér hefur alltaf fundist alltaf svona undarlegt við þetta kerfi er einmitt þetta sem hann var að benda á hérna.
að það eru, eins og ég skil þetta, þá er það fyrirtæki sem fá hugmynd virkjun og þessi hugmynd send til Orkustofnunar og svo þaðan til rammaáætlunar og svo fer öll þessi svakalega mikla vinna fram og síðan þegar það búið að flokka að þá kemur umhverfismatið og samtali við sveitafélagið og það allt saman, og eins og var bent á hérna áður að stundum vita sveitafélagið einu svona af hugmyndinni og þarna komum við að þessum ótrúlega erfiða hlut, þegar að fólk upplifir það að tilveru þeirra beinlínis ógnað af einhverju hugmynd einhverja fyrirtækja og þau hafa aldrei aðkomu að þessu fyrir en svona rosalega seint. Þannig að ég sæi fyrir mig kerfi sem að væri þannig að fyrst færi fram eitthvað samtal, mjög víðtækt og djúpt samtal, byggt á rannsóknunum og byggt á alls konar samráði sem væri djúpt og tekinn tími í, ekki bara svona eitthvað skiliðin athugasemdum endilega að þið hefur tíma til að lesa yfir 100 blaðsíðna skýrsla. Og þú veist, að það væri bara okkur svona skipulagsstígi, sveitarstjórnarstígi, þú veist, eitthvað samtal, þar sem að fólki í landinu, þú veist, hugsar út í, hvaða framtíð hentar þessu landi og okkur, þú veist, og þessu samspili lands og fólks, þú veist, hvað er eðlilegast að, einhvern veginn, saga þessa svæðis, hvernig er eðlilegast að hún haldi áfram, hvað hentar þessu svæði. Og ef að það væri niðurstaðan að það hentar þessu svæði einstaklega vel að hér verði virkjað, þá væri bara boðið út, gjörðu svo vel, fyrirtæki, hver vill fá að virkja hér. Og ég veit að svoleiðis virkar þetta í sumum löndum, að þú veist, að það eru ákveðið fyrst tekið bara hvaða svæði væri gott að virkja, gert svona heilstætt einmitt bara mat, og svo bara koma fyrirtækin að síðasta stiginu en ekki fyrsta. En ég bara trúi því og vona að við fáum stjórnvöld og séum vonandi kannski bara með stjórnvöld sem vilja leggja peninga í að styrkja þessar grunnstoðir sem við þurfum að halda, sem eru rannsóknirnar. Snæbjörn. Já, einmitt. Og hvernig við komum í veg fyrir að fara af stað að vinna við eitthvað drugl. Það er þessi mjög góð spurning. Við gerum þetta með því að horfa á markmiðasetningu laga, eins og Þorri fór að vinna vel yfir, þar sem var horft á landslag, víðerni. Það er verið á að kortleggja víðerni og það er eitthvað svona búið á mjallistakerfinu. Það er verið að kortleggja svæði sem njóta sérstaklega verndar, sem er votlendi og vegna þess að mörður benti á að vatnatilskipið tæki nú illa á vindmyllum. Það var þannig ekki alveg rétt því að þær hafa áhrif á grunnvatn, þær hafa áhrif á stöðuvatn og yfirborðsvatn og vissulega er það einmitt með gufuaflsvirkjanir. Þær hafa áhrif á grunnvatn og ef það hefði verið horft til vatnatilskipunar þá hefði til dæmis hugmynd Bjarnarflagsvirkjun aldrei nokkuð tímann bara komið til tals því hún opnar Mývatni. Og allir því við komum við kerfi og það er reyndar einmitt eins og Björn segir það hefur verið að koma hugmyndir nýja nálgunar rammaáætlun og hafa allir einn sem það hefur verið bent á samræmist lögum sem er að það má ekki setja þessar virkjanahugmyndir eða virkjanakosti í nýtingaflokk. Og það kom breytingar til að út úr skýrslunni frá Björn og þeim og inn í frumvarp má ekki setja virkjanakosti í nýtingaflokk sem er ólíklegt að standist vatnatilskipunina. Og það er bara samkvæmt dómafordæmum og erlendis og Hafró hefur gert þessi athugasemd, sagði það væri glórulaust, mann ekki hvernig orða það. Þau sögðu það væri mjög ólíklegt að Holtavirkjun til dæmis og Urriðafossvirkjun kæmist í gegnum mat við breytingar vegna vatnatilskipunar. Þess vegna ættu þær ekki að fara í nýtingaflokk. Nú eru þær einhvern veginn á leiðinni í nýtingaflokk vegna þess að enginn hefur kannski bara horft á lagaumgjörðina í kringum rammaáætlun, í kringum vatnatilskipunina, í kringum náttúruverndarlögin sem að hafa skýr markmiðssetningu sem að einmitt venda og banna með því að horfa á náttúruverndarlögin þá er þetta að sjá strax bara hvar eru víðerni, hvar eru viðkvæm votlendissvæði, hvar er ósnortið svæði og jarðminjar og lífríki og það bara sleppið því hvað er eftir. Rammaáætlun, hún er einhvern veginn nálgast þetta og kolverkar átt. Kannski er þetta að breyta henni. Ég er bara að benda á, það sem ég sagði áðan, að laga umhverfið
og sko réttafarslega áhrif þeirra ákvörðunar úrskurðarnefndar að fella virkjunarleyfi fyrir Hvammsvirkjun úr gildi. Og eins og ég sagði, sko, Hvammsvirkjun, hún kostar 84 milljarða. Það er búið að eyða 7 milljörðum í hana nú þegar. Og þetta eru peningar sem að sko hefði verið hægt að gera eitthvað miklu sniðra við. Ef menn hefði hugsað lagaumgjörnina áður en maður var stað. Þannig að, já, ég held að sko raunveruleiki sem við þurfum bara að horfa upp á að það getur vel verið að fólk vilji halda í rammaáætlun, en það er ekki víst að það verði hægt. Ok, Ólafur. Já, ég langar aðeins að taka upp hanskan fyrir innihaldslaust bull. Og halda áfram. Já, ég nú ætla ég að bara bulla smáni. Vona að verður bara ekki innihaldslaust. Sko, við erum bara í þeirri aðstöðu. Við okkur skortir grunnupplýsingar, til dæmis jarðvarma. Og við erum líka í þeirri aðstöðu að alls konar framkvæmda aðilar, jafnvel sveitafélög, hafa gríðarlegan áhuga á að fara í virkjanir, byggja verksmiðjur og fara í einhver svona stórkallarlega framkvæmdir. Og það, sko, sama tíma skortur okkur þessar grunnupplýsingar. Þannig að þess vegna náttúrulega, sko, þvílík himnasending að hafa þó rammaáætlun sem farvegur, þar sem að það þarf að fara fram einhvers konar mat, jafnvel þó að þessi verða að meta einhverja kosti sem að, þú veist, jarðfræðingar jafnvel vita eru bara innistæðulausir. Sko, ef við hefðum ekki þó þennan farveg, þá held ég að við hefðum sko fleiri en allavega eina beinagrind af álveri einhver staðar og aðra af kísilmálverksmiðju og einhver svona, þú veist, ef við erum hugsa þetta sko samfélagsumræðum, þá fer alls konar bull af stað í samfélagsumræðum, ekki bara í umhverfismálum, það bara í alls konar efnahagsmálum og velferðarmálum og góðum menntamálunum og allt svona. Og þess vegna bara mjög mikilvægt að við höfum einhverja farvegi þar sem að sko sem bullið þarf að fara inn í, þar sem að kemur síðan einhvers konar faglegt mat. Og það getur vel verið að svo eftir á hyggja þá sjáum við að við erum búin að eyða einhverjum milljónum, langt frá því að eyða einhverjum milljónum í að tala eitthvað sem á endanum var aldrei kannski möguleiki. En það samt miklu betra að eyða milljónunum í að tala eitthvað sem var aldrei möguleiki og komast svo að þeirri niðurstöðu, heldur en að eyða einhverjum milljörðum í að byrja á einhverju, valda stórkostlegum spjöllum, búa til einhverja væntingar sem svo gjörsamlega hrynja. Þannig að ég held að sko, við megum ekki vanmeta það að hafa hlutlæga eða svona einhvers konar faglega farvegi fyrir allt bullið, því það svo margt sem okkur dettur í hug og sem því miður bara bulla, því við erum bara svo takmörkuð. Takk fyrir, Björn. Já, þetta var skemmtilegt. Ég ætla aðeins að bara taka upp þráðinn frá henni Guggu sko, þú veist, mögulega lausnin bara, þetta er bara kastað fram í bulli kannski, þú veist, kom fram með hugmyndum friðun. Einmitt. Við langar að friða hér, vil ég rannsaka það. Og þú veist, ég segi svona, þú veist, það bara, þetta gert á hinum endunum. En það samt alveg, þetta alveg byrjað, fólk búið að velta þessu fyrir sér, þannig að ég hveti ykkur til þess að missa ekki allan móð með það, það búið að kortleggja heil mikið, það búið að reyna að skoða fyrir ráðherjar, hafa skoðað, sem á eftir mér kom til dæmis, rauð, gul og græn svæði, þú veist, en þetta allt saman til, það hægt svona að beina sjónum á rétta staði, dálítið, og það bara flott. En varðandi það hvort að þetta sé allt vonlaust og hvort að það sé einhver komin sem hvort að sé einhver svona stjórnmannlegt rými í það að einhverjum, já, hvort að fólki finnist bara það græði eitthvað á því að halda með náttúrunni, að þá ég bara vola svartsýn á það, verð ég að segja, út því ég sé engan gera það. Ég sé bara ekki nokkurn mann gera það. Og ég held, út því að núna ég bara óbreyttur borgari, ég komin í þó ég hafi verið að tala svona
og verið að bræða það með mér, hvernig einhvern veginn loftslagsmál og áherslu á það og versus nýting á náttúru sé ekkert endilega að tala saman alltaf á Íslandi og sé gott sko, að þá ég sjálf að vinna í loftslagsgeira með mitt fyrirtæki í mannvirkjageira sem þarf að draga úr losun og við þurfum öll að draga úr losun og þetta bara mjög mikilvægt og allt það. Mér finnst mjög lítið verið að tala að vernda náttúru og þá eigum við kannski að fara í þessa reyna að finna okkur bara aðra bandamenn sko. Þú veist, það iðnaður, atvinnugreinar, við erum með ferðaþjónustu sem leggur allt sitt undir að selja og ætti að gera það áfram óbyggðvíðerni eða þessi náttúru undir okkar og þú veist, ég held bara maður að reyna þið í landvernd og náttúru unnendur að reyna að finna sér þá einhverja bandamenn sem til þess að hjálpa stað. Þetta einn. Já. Þetta fínn punktur og það eru ennþá 4 á mælendaskrá og bara 10 mínútur eftir. Þangað til við förum að huga skilaboðum fundarins út í kosmosið. En þessi 4 tala bara hratt og örugglega. Núna. Við reynum að hafa ekki meir en 2 mínútur á hvern. Væri það möguleiki? Tala rosa hratt bara. Já. Hvað náttúruverndarsamtök eftir 20 ár, 25 ár að það ekki því mark á vísindunum að vernda fyrir þjóðstofnir eða gerast það. Og það bóðið sem það. Hvað getum við gert? Þannig að ef við verðum að fara umræðum það, Taktu alla 4 og svo svör í lokin. Þessi spurning erfið. Nei, mjög góð spurning. Þetta spurning sem ég held að við hljótum öll að velta fyrir okkur ef framáætlun í lok og það ekki tekið neitt mark á vinnu frá, ég tók saman fjöldan sem hefur setið í faghópi frá upphafi og það eru 160 á þeim lista. Kannski 130 einstaklingar sem hafa unnið í 25 ár við lagt sig alltaf fram við það að koma með upplýsingar, haldbærar upplýsingar til stjórnvalda til þess að undirbyggja ákvarðanatöku. Og ég mjög samanlega snæpirni í því að við þessi málamiðlanir sem þið hefur að tala það kannski á pólitíska sviðinu. Verkefnisstjórnin einhver leið að taka pólitískar ákvarðanir og það hennar, hún fær þann kærleik að raða eða setja þessa línu þar sem að greiðir á milli fix og ófix, hvað fer í verndarfólk, hvað fer í nýtingarfólk, hvað fer í viðfólk sem svona ósamstæður og alls konar hugmyndir sem verða þar í. Síðan verður ég að segja að þetta með vatnatilskipun að benda á hana sem einhvern heilan graðal í þessu máli að við erum eftir að sjá hver eru niðurstaða í þessu dómsmáli sem vissulega er mjög áhugaverð en að halda einhverja tilskipun að hún geti leyst þennan vanda það finnst mér vera mjög best fyrir þau. En það sem ég vildi aðra nefna kannski var þetta sem að Guðbjörg nefndi var með heilstanina og við höfum séð það og við tekum undir það að þessi sundu greining sem að ákveðin grundvörður aðferðarfræði rammaáætlunar hún kemur til að því að við þurfum að horfa mjög djúpt ofan í einstök náttúruverðmæti sem eru tilbeinir náttúruverndarlög sem við vitum sem sérfræðingar skipta máli. En það sem að mér varst ekki vantaði sem þér hugga það að það síðan í þessu ferli sem að vinna faghópsins það kemur heilstaninn aftur. Af því það eru við sem sérfræðingar á einstökum sviðum sem búin að fara í djúpgreiningu á þessum verðmætum, einstökum verðmætum sem við berum mest ábyrgð á. Við komum okkur saman heilta niðurstöðu. Ég var reyndar að tala heilstætt á milli allra faghópanna. Já, ok. Já. 2 enn eftir á mælendaskrá og mjög fáa mínútur. Já, komið sæl, einhverjum fórður svona kallaði mér, það svona að fatta
áherslu rammaáætlun náttúruverndarfélaga og náttúruverndarsamtaka, frjálsra félagasamtaka. Að bráðaverndarfélaga vantar sem í rammaáætlun sérfræðingar fyrir stjórnvöld hvað megi virka. Má meira punktur með? Já, takk. Rammaáætlun það ferli þangað til áhrifin með samþykkt sem sé fyrsta lagi sérfræðingar og í öðru lagi stjórnmálamenn. Og við þurfum ekki að hafa stjórnmálamenn sem endilega heiður vonda í þessu. Í dósum við búum við líka að stíkja dósum stjórnmálamenn. Það eru vondið þá sem ég ákveð kennarskilið, þetta er þetta þannig. En þess að sem sé gengur rammaáætlun út af að ef við vilja hafa fræðbyrðingarlýsi, þá getum við ræða það. En það skiptir mjög miklu máli í þessu ferli að stjórnmálamennirnir gerir sitt og sérfræðingarnir sitt. Og þess vegna skiptir biðflokkurinn sá flokkur sem skiptir kannski mestu máli. Og það sem mér finnst að hafa gerst alvarlegast síðustu árin, skulum við segja, í þessu rammaáætlunardæmi, það er það þegar orkumálaráðherra sem sami og umhverfisráðherra segir frá því að hann hyggist á næsta þingi, að því þingi sem hafið leggja til að kostur sem sérfræðingarnir settur í biðflokk verður settur í orkunýtingarflokk. Og þetta held ég fór ekki að fara með það í þingi skoðu, þetta fyrsta sinn sem þetta gerist. Áður og Stefán Gíslason tók undir þetta í áliti til samráðsskapar í og samráðsskapar þetta garðskaft sem ræðir. Þetta alveg skátt. Hlutirnir hafa verið settir í biðflokk og það rökstöð sem sé af sérfræðingunum og þeir hafa allir tekið úr biðflokki áður og settir í nýtingarflokk eða settir í verndarflokk. Og ég tel að ef þetta framtíð rammaáætlunar að stjórnmálamaðurinn, annað ráðherra eða þingið geti gert þetta, þá sé rammaáætlun búin. Takk fyrir. Ég held að grundvallar hugmyndir rammaáætlunar sem forgangsröðun verkefna á vísindalegum grundvelli sé svo rökrétt hugmynd. Hún ætti að vera sjálfsögð og ég held því væru flestir sammála ef fólk einfaldlega gerði sér grein fyrir því alveg. Og fólk annar gerði sér grein fyrir því hvað einu sinni í henni felst sem ég held fæstir raunverulega gera. Fæst fólk í landinu viti raunverulega hvað rammaáætlunin þýðir. Hann er áskiltefnar áhrif. En við erum líka að spyrja og leiðir því kannski að vera mín lokaátt í dag að hvert sé pólitíkurnar sem oft var erfitt með að hugsa í lengur fram í tímanaldurinn 4 ár til þess að taka ákvarðanir sem að byrja ekki að hafa áhrif og hafa áhrif áratugi og árhundruð fram í tímann. Pólitíkin setur ekki stýrivexti, pólitíkin ákveður ekki fiskveiðikvótann, en pólitíkin hins vegar ætlar að ákveða hvaða landsvæði séu gjörreitt til árhundruða. Takk fyrir og þetta eru nú stóra spurningar í lokin og við byrjum á Björt og endum á Guðbjörgu og það er í sjálfu sér bara eftir hálf mínúta en þið fáum nú allan mínútu hvert. Stelum því bara einhvers staðar að. Stóra spurningar og ég er að tala svo mikið að ég ætla bara að leyfa mér að segja það sem að mér flaug í hug með þegar eftir að Mörður talaði. Mögulega er fólk líka bara að taka vondar ákvarðanir í kringum rammaáætlun á þingi til þess að eyðileggja. Það er punktur. Já, sko. Fyrir bara eins og rammaáætlun, það sem er safnagögnum og það er reynt að vinna svona eitthvað faglegt mat. Það getur aldrei komið í veg fyrir það að það séu teknar vondar ákvarðanir. Því að vond stjórnmál þau
skammsýnir stjórnmálamenn, þeir hafa tilhneigingu til að taka heimskulegar ákvarðanir. En sko, það nú ekki vera klappu fyrir því. En sko, það sem skiptir samt máli í lýðræðinu, jafnvel þegar að vondar ákvarðanir hafa verið teknar, sko, það skiptir samt máli að það sé einhvers staðar, hvað ég segja, það sé einhver rök í málinu sem að þarf þá jafnvel að fara gegn og við sjáum til dæmis þá eins og með, við þetta bara frábært dæmi eins og með héraðsvötni, sko, þar sem að það kemur niðurstaða og ráðherra greinlega og það eru áhrifafólk sem vill fara gegn niðurstöðu og vill það vefengja niðurstöðun og eitthvað svona. En ef það hefði ekki verið komin þessi niðurstaða, að þá hefði verið auðvelt að taka ákvörðun. En hún var komin og til þess að einhvern veginn að geta réttlætt niðurstöðuna þá þurfti að vefengja og það einfaldlega tókst. En hins vegar, og ég sammála Snæbjörni hvað það var þar að sko rammaáætlun, hún er ekki ein, sko, það eru líka fyrirbæri eins og vatnatilskipunin. Og þar eru náttúrulega bara af eða á sko skilin. Og þessum hefði náttúrulega eins og Hvammsvirkjun aldrei átt að fara lengra og þetta er náttúrulega alveg undarlegt fyrirbæri að það er búið að fella gildi framkvæmdarleyfi. Að það skuli áfram halda. Það er þetta undarleg staða sem Þjórsárver er í. Heitir það ekki bara yfirgangur? Sko, það heitir bara, við getum bara að segja að þetta heitir ofbeldi. Já, já! Málið er náttúrulega í svona lýðræðisríki, þá reynum við, þá þarf þetta að beita alls konar valdbeitingu af því við erum ekki sammála. En við reynum þá að láta valdbeitinguna lúta reglum réttaríkisins. Það er bara grundvallaratriði í lýðræði. Ef við höfum ekki réttaríkið, þá höfum við ekki lýðræði, saman hvað við getum kosið mikið. Sko. Og þarna er bara verið að reyna að fara fram hjá grundvallaratriðum lýðræðislega samfélags. Og þannig að auðvitað, sko, og rammaáætlun bara einn partur af þessu lýðræðislega samfélagi, þessu hornsteini lýðræðislega samfélag sem er réttaríkið. Takk fyrir. Sko, sammála þessu og það sem ég kannski, mér finnst það mjög áhugavert sem Einar sagði með rammafriðunaráætlun. Náttúruverndarsamtaka er kannski bara almennings eða okkar allra og vandamáli er að þessi áætlun er einhvern veginn, hún er til inn í gerðinu, sko. Hún heitir skráningu á náttúruminjaskrá. Það er Náttúrufræðistofnun, hún lagði fram vel yfir 100 tillögur svæði fyrirbrigði sem þetta skrá á náttúruminjaskrá og úr þeim voru valin innan við 10 svæði, bara 5 eða 6 eða 5 var það ekki, sem á að skrá núna á náttúruminjaskrá. Þannig að sko, þetta lýðræðislega ferli sem er þó innbyggt í stofnanir, Náttúrufræðistofnun vinnur sko, þetta er engin smávinna sem er hann bakvið, að skrá þessar náttúruminjar sem að þeirra faglega mati ber að vernda. Og það eru sérfræðingar sem eiga þetta er fólk sem er kollegar þeirra sem eru í verkefnastjórn og í hópunum, faghópunum. Og þingið tekur ekkert mark á þessu. Þannig að sko lýðræðið einhvern veginn, við þurfum að styrkja með stofnanir sem að starfa á þessu sviði, svo Náttúruverndarstofnun og fleiri. Já, takk. Síðasta orðið. Já, takk fyrir það. Ég vil taka undir það sem þú sagði með kvótann og stýrivextina, sko, og hvað svona, það gildir annað þetta en það, að faglega matið eigi að hafa mestur áhrifin á hver loka ákvörðunin verður, þú veist, því að það virðist einhvern veginn vera vandamáli að, þú veist, það er þetta faglega mat fer fram og svo, þú veist, vona ég nú að verkefnisstjórn sé líka bara í faglega matinu og sé ekki láta pólitíkina hafa áhrif á sig, en maður veit ekki, og svo fer þetta til pólitíkurinnar og þá fer allt að riðlast, sko, og ég velti fyrir mér, sko, hvort að ekki bara einmitt að nota sömu reglur og erum með kvótann og stýrivextina, eða ef við viljum, þú veist, halda áfram með þetta, sko, að fara frá, rammaáætlunarmatinu og yfir í pólitíkina, þá ætti það kannski að vera pólitík þar sem að almenningur fær að eiga samtal, bara djúpt og
greinagott samtal og þar sem að fólki finnst að þeirra raddir fá að heyrast og fá að setja sig inn í mat rammaáætlunar og svona bara eiga djúpt og gott samtal til þess að taka þessa endanlegu pólitísku ákvörðun, sko, því að þingið við ekki vera að handla þetta mjög vel. Og loka orðin hjá þér. Já, en þetta ekki loka orð fundarins samt sem áður vegna þess að mig langar til að þakka öllum sem stóðu að þessu með okkur og það náttúrulega ástæði til að þakka rammaáætlun fyrir alla þessa miklu vinnu og svo spurningin framhaldið og spurningin líka hvort að það hægt að senda út einhver skilaboð frá þessum fundi, hverjir gera það og hvort það verður gert og við vorum nú mörg náttúruverndarsamtök sem stöndum að þessu saman, það ekki bara Landvernd, það líka eins og þið sáuð ungir og aldnir og náttúruverndarsamtök Íslands og svo vinir Þjórsárvera og líka náttúruverndarsamtökin á Norður- og Austurlandi sem eru með okkur í streymi og mín niðurstaða svo að þurfa að tala meira rammaáætlun og það þurfa að hugsa meira hana, fólk þurfa að þekkja þetta betur og þá nú gott að vita til þess að þetta var allt tekið upp